Já, það útsending komin að stað, komið sæl, hér líf og fjör miðnótt og við erum ennþá í maraþoni, málþófi. Hjá mér sko draumagestir, þau eru búin að sitja hér stilt og brúð og bíða miðnótt. Verið velkomin Unnur Andrea, Daniel Þór og Diddi. Hvað varst að spila fyrir okkur hérna í byrjun? Ég var að spila hérna frábært lag. Ég veit ekki alveg hvort það eftir Madonnu, ég man það ekki, en hún tók það á... Með Madonnu, ég veit ekki hver skrifaði lagið. Já, þetta er Live to Tell. Live to Tell, já. Rosalegt lag. Já. Og ég held sko að hérna, mér finnst þess að sko, við erum ekki alveg einum að þykja þetta gott lag. Þetta hafa jazzarar tekið þetta og svona, þetta leynir á sér sko. Já. Þetta er rosalega vel samin lag sko, rosalega vel skrifað, já. Getið þið tekið það aftur á eftir, eða bara svona, eru þið í stuði? Já. Ef einhver er með síman þá get ég séð textan og sungið í mannarleg. Já. Það allt hægt. En þeir eru hingað komin til þess að segja þeim sem eru ennþá að fylgjast með. Það eru 63 allan að síðast þið kíkti sem eru sita við innbakassan. Kæra þakkir til ykkar, kæru nætur uglur, þið eru helvi frábær. Já, takk fyrir að vera hérna með okkur. Já, sko, hvað fyrir taugarnar á okkur? Ég skal ríða á vaðið. Nöldrarafélagið. Það eru hérna... Ef eitthvað tímann þá er það nóttinni sem að má tuða, sko. Já, ég sé þetta út allt. Það eru svona ákveðin típa sketcher sko sem ég hef óbeit á og hef svona reymalausir svona slip-on típur kannski við skóna María. Já, ég þekki svo skó vegna þess að ég bara gerðist mjög seg að nota svona skó og ekki bara nota þá, heldur svona ofnota þá. Af því að þeir voru svona, það var hægt að smeygja sér í þá og þeir voru rosalega svona minimal, þú veist, það var ekki eins og reymar á þeim. Já, ég sé út allt, ég get alveg kannski ímyndið mér að þetta sé mjög þægilegt að létta skella sér í þetta og þetta er svona auðvelt sko. En svona þegar kemur að fagurfræði og svona því sem að snýst svona að einhverjum formum sko, þá stingur þetta svolítið í augun á mér. Og hérna, ég er bara óbit á þessum. Já. Sko. Þú veit að meina, þeir eru bara svona ljótir. Þeir eru bara svona ljótir. Þetta er ekki fallegir skór, ég get alveg votta fyrir það, en það er samt eitthvað aðdráttarafl. Þeir voru svona, ég hugsaði svona, ég meina, fólk gengur í Crocs. Sko, ég var einmitt að fara að tala Crocs og það sem að hérna, sko, þú veist, ég man eftir eitt í mann þegar mamma mín gaf mér Crocs í jólagjöf og ég sagði mamma, akkur hattur mig? Ég sagði ekki, ég sagði samt takk eitthvað og var eitthvað svona, og síðan einhvern veginn, einn daginn þá hérna, fyrir að vinna í hérna á okkur pizzustað og þetta var svona verbúð í rauninni, þú veist, eitthvað stað fyrir austan fyrir mörgum árum síðan og hérna, og þetta var svona steingólf og þetta var svona 14 tíma vaktir og ég var með þessa skó, þessa Crocs sem mamma gaf mér og það bara bjargaði mér sko, þetta var einu skotni sem að döguðu og þau fóru bara í þvottavélina, þú veist, í ykkur svona þvottavél og eins og nú er svo einhvern undarlegan hátt, þetta er svo skrýtin saga bak við þetta, af því að þú veist, þetta var svona skó sem allir héldu að myndi, sko, enginn myndi kaupa þetta og síðan var þetta einhvern veginn bara eitthvað svona rosa hæp og einhvern veginn hitti ég gaurinn sem að fjárfesti í, þú veist, í byrjuninni og þú veist, þegar Crocs var að fara hérna Ég bara gæinn sem keypti sér, var bara eitthvað, herði, þetta er ljótustu skór sem ég séð. Ég ætla að kaupa mér hérna hlutabréf. Ég ætla að fjárfesta í þessu. Nei, sko ekki hlutabréf, hann bara fjárfesti í fyrirtækinu. Þetta er enda ekkert, sko, ég tala ekkert mikið við hann en ég var bara guð minn góður. Mér fannst þetta bara svo crazy, hann hefur bara orðið rosalega ríkur á því að fjárfesta í eitthvað svona ógeðslega ljótum skóm. Og núna er þetta orðið bara eitthvað svona þú veist, bara fyrra dag var einhverju búð í hérna Glæsibæ og það var svona þetta kaupa alls svona, þú veist, barmerki og eitthvað og svona Crocs hérna svona skraut, nælur og eitthvað og þetta er svo ótrúlega skrítið sko að hérna þetta sé svona Það myndir þú segja að hérna, þetta fær í taugarnar á þér? Nei, reyndar ekki núna að þetta fer ekki jafn mikið í taugarnar mér eins og gerði kannski að því að þetta bjargaði í hnjánum að mér þú veist, eitthvað sumar en það sem fer ógeðslega taugarnar mér þú veist, þegar hérna
fólk er kannski með, þú veist, einhver merki eins og bara eitthvað Nike eða hvað svo sem það er eða Tommy Hilfiger eða eitthvað og er einhvern veginn orðið svona gangandi auglýsing og það er einhvern veginn eins og, þú veist, þeir hafi náð, þú veist, þú ættir auðvitað að fá borga fyrir það að ganga með auglýsingu. Dýr hönnunarföt með stórum merkjum. Já. Óþolandi. Það er svo óþolandi. Þetta er eitthvað sem pabbi sagði við mig þegar ég var úlingur og þú veist, og mér fannst það mjög óþægilegt og óþolandi segi ég. En hérna, þó ég segi alveg fullkomlega sammálanum í dag. Er pabbi eins og samfélagslega meðvitaður? Ég greinilega, ekki bara, þú veist, það er bara, einmitt, eitthvað svona, og gangandi auglýsing, ertu að fá borga fyrir yfir í þessari pís, eitthvað svona, og þú veist, ég alveg svona, pabbi er náttúrulega cool. Já, eða þú veist, mér finnst það í dag, mér finnst það ekki þá. En þá fór það mjög mikið í taugarnar á mér. Núna er ég svolítið eins og þú, ég svona merki fara svolítið í taugarnar á mér. Já, það er svona þegar maður einhvern veginn einmitt, bara eitthvað svona opinber eitthvað, þú veist, eins og þetta sé einhvern veginn, eða þú veist. Ég maður segir svona að kaupa sér ákveðin status, svona. Já, og þessi veist, svona hérna, hvað heitir þetta, Gucci? Og Yves Saint Laurent, það er YSL, er það ekki? Eða er það að tala Louis Vuitton? Louis Vuitton, já, eitthvað sem er búið til, þú veist, og það er einhvern veginn, þetta er fyrsta lagi ljótt, þetta er ekki orginal og ég skil ekki hvernig þetta ganga þetta eitthvað svona, ég skil það ekki. Nei. Óþolandi, ég veit ekki, hvað hatar þú? Ég er svona, veðið á þetta sé tímabundið, rosalega þreyttur á hérna allir þessum hérna wellness hugleiðslu sjálfsjálfbara kúltúr og ég þoli ekki Eckhart Tolle svo leiðilegur. Ok, býtu útskýri, hver er það? Eckhart Tolle, hann er þýskur kall sem að hérna skrifaði bók núvitund og hérna hann sakkaði ágætlega dokumentir og hann er með Instagram og hann er með allt og hérna og hann er alveg mögulega svona einn af þessum manneskjum sem hafa upplifað hérna þau veitir enlightenment, hvað sem það heitir náttúrulega íslensku ef það er þá til sem er ekki örugt og hérna það er bara eitthvað í þessum kúltúr þegar fólk stendur upp á kassa og segir komið og gerið svona annars eru það að missa lífinu eða annars munið alltaf verið í þjáningu eða eitthvað, gerið eins og ég sem að mér finnst alltaf að vera einhver vísbendingum að þetta sé allt plat og villisa. Þetta eru sko ákveð forréttindi líka að geta verið þessi típa sko. Ég meina, ef maður hefur upplifað hugljómun eða enlightenment sko, þá er eiginlega alveg örugt og það er ekki frá neina að segja þar. Það er alveg öruglega ekki hægt að útskýra það. Ég veði á það. Og eða það er mögulega hægt að ná þessu ástandi ef maður fær að vera í friði einhvers staðar, ef maður gengur í klaustur eða eitthvað. En verið velkomin aftur hérna að reyna að borga af íbúðinu og svona, að vera lætend á meðan. Þetta er bara vitleysa. Er þetta ekki samanlega þessu? Jú, ég bara tek algjörlega undir þetta og mér finnst svona í rauninni ég verði eiginlega bara brjálaður að heyra þetta. Já, en þú veit, það er ekkert hérna, þetta er engin ástæð til þess að vera... Það komin alveg svona gríðar iðnaður í kringum, svona hérna wellness-kultúr, sko. Og það eru svona wellness áhrifavaldar sem að, þú veist, eru með svona kakao og eitthvað svona seremoníur og er að segja manni að, þú veist, eitthvað svona slökkt á símanum og hérna touch grass og maður er eitthvað svona fuck you, þú ert að segja þetta í símanum mínum. Og hérna, það fyrir taugarnar á mér, til dæmis. Sko, þetta er náttúrulega víst að því að það er fyndið og skemmtilegt að dæma aðra á svona og við erum að vinna með hérna smá gremju hér hérna, og allt í góður sko. Við erum að losa okkur við gremjuna og það sem er með þetta er að þetta er þetta eins og allt hitt þetta er gott og slæmt á sama tíma þið vitið þessu og það er alltaf, maður er alltaf bara hérna, hér er ég er bæði sorgmætur og glaður ég er aðeins að tappa inn í gleðina hérna með ykkur það þykir að grína öðru fólki Já, ég meina það er bara smá galsi en sko, já, það er eitthvað svona það er þessi kultúr og einhvern veginn svona hvernig það er rosa mikið svona menningarnám
þetta er svona hvítt fólk hvítt sem er svona, þú veist, á topnum einhvern veginn í fæðukeðjunni, þú veist, einhvern veginn mestu forréttindin, einhvern veginn svona horfa niður og segja okkur hinum að slaka bara aðeins á og hætta að tala pólitík og stressa okkur bara aðeins minna og Tolli alltaf að dæma fólk, hann alltaf ef þið líður illa, þá ert ekki í núinu, komdu bara í núið, þú veist, þið þarna fíblin ykkar einmitt, segðu þetta við einhvern á gasa verður bara aðeins meira í núinu, elskan mín, það er ekki hægt þetta er rétt hjá honum en ég menna hei en við þurfum ekki að heyra það frá hann nei, að svo líka hitt bara sem að gleymist að á hverjum tíma er allt rétt það getur ekki verið öðruvísi það er svolítið leiðilegt að skulle vera þannig en ég menna hvernig getur eitthvað verið öðruvísi en það er akkurat núna það er ekki hægt þannig að fólki sem er að þjást að því það kemst ekki inn í núið það verður að gera það alveg sama, Eckhart Tolle getur bara sagt allt sem hann vill hann breytir þess ekki, þetta er bara vitleysa hann getur alveg sleppt í að segja þetta en samkvæmt hann svona ég er ekki sérfræðingur í hann svona fræðingum en sko, þú veist, núið er bara svona svolítið að vera, ég held að svona þú veist, ef þú ert í líf og dauða að þá ertu svolítið í núinu þú veist, því þú ert ekki í hugsuninni heldur, ertu bara einhvern veginn bara í, þú veist, veruleikunum, í líkamannum þannig að þú getur alveg verið í lífsótta en þá ertu samt í núinu á okkur tíma þetta er svo talað að núið sé svona þegar þú ert ekki með einhverja bakhugsanir ert ekki að gleyma þér kannski getur nú líka bara verið svona eitthvað þú nærði ekki að hugsa þjáninguna og oft held ég sem er fólki sem er að upplifa svona hluti eins og þú veist fólki á Gaza og bara annar staðar að þú veist að það er kannski þú veist svona sásökin verður kannski meiri þú veist það mikið gerast í óttanum og það ertu kannski í núinu og svo þau fara að hugsa það sem gerist áður að það verður kannski svona einhvern veginn þessi bakhugsun leður komin úr hættunni ég veit það ekki sko en já ég er bara alveg sammálaður mér finnst þetta reynda bara mjög merkilegt og hérna þú veist það að allt skuli vera óhjákvæmilega akkurat eins og það er óþægileg tilhugsun að því að þú veist ef við myndum okkur Palestínu og Gaza eins og það er núna og það er bara verið að sprengja fólk í tjöldunar bara núna meðan við erum að tala að það skuli vera óhjákvæmilegt og það er eini möguleikin á þú veist þessu tilvistaplani að það er verið að sprengja þetta fólk núna það getur ekkert verið öðruvísi og hvað getum við gert í því ef við að þjást með þeim núna breytir það einhverju getum við breytt þessu eða verður þetta að vera svona það er eitthvað trappa það er samt sko veit ekki hvort þetta make eitthvað sens en það er bara tenging líka á milli bara þú veist þau eru að tala eitthvað wellness að vera í núinu sem mér finnst á endanum alltaf hverfast svo einhvers konar svona consumerism, einhverja neyslu hyggju, það er alltaf verið að reyna að selja þér eitthvað og það verið að reyna að selja þér einhverja eilíða núvitund sko þú veist, en á endanum ertu bara fastur í sama hamstrahjóli og allir aðrir í þessu samfélagi, skiljur mig en það tengist þá líka bara inn í og þú ert komin í þjóðamorðið að þú veist er það ekki líka kannski bara einhvers konar svona þetta er svona, þú veist consumerism líka þú veist þetta þjóðamál sem á sér stað er náttúrulega líka bara vettvangur fyrir þú veist ákveðin fyrirtæki og ákveðina þjóðir til að þróa mismunandi aðferðir til að drepa fólk vopnaframleiðsla það er alltaf eitthvað sem græðir á stríði þess vegna eru þau hátt sko. eiginlega bara út af því sko og svo hérna eru hinn og þessi aðilinn sem er að selja okkur vörur allan daginn út og inn sem eru mögulega einhverjir og síðast sér maður bara einhverja fréttir það í dag að eigandi Spotify hafi verið að Daniel Ek hann hafi verið að fjárfesta í $600 million
Já, í vopna framleiðslu fyrirtæki eða einhver svona hugbúnaði tengdu því þú veist og dæmin eru örugglega endalaus en þú veist já, og mér finnst að það bara tengist inn í það að við og flestir í okkur samfélagi, þú veist, við erum í rauninni að bara borga fyrir þetta, sko já alveg eins og þeir sem er að borga fyrir núvitundina, sko ég veit ekki hvort þetta sé Jú, ég held þetta sé bara þetta er bara svona partur af sama svona einhvern veginn svona stigveldinu, þetta er bara þú veist við tökum hlutinni alltaf aðeins of langt svo lengi sem einhver græðir á þeim eitthvað svo les, ertu að meina það? Já, sem er kaltænin alltaf lengra og lengra og lengra og kaltænin í þessu samingi sem að byrjaði á gremjunu hans Didda er þú veist að er þessi blessaða núvindund og þetta wellness og eitthvað sem að þú veist einhvern veginn étur bara sjálft sig á endanum sko. En sko ég held að þurfi ekki endlega sko núvindund og svona sjálfsjálfi sjálfur sér þarf ekki að gera það kannski svona bara hvernig þetta er svona markasett eða þú veist þannig einhvern veginn verður fólk að borga reikningana já og getur ekki bara að drukka kakó allan daginn nei, nákvæmlega og svo, þú veist, ekki borga reikningana sko. nei, einmitt sko Jú, það er alveg hægt að borga ekki reikningana sína jú, vissulega, skilur en ég finnst að eiginlega af hverju gerir fólk það til dæmis ekki bara af hverju hættir fólk ekki bara mjög þreyttur á því já, satt bara hættu því bara já, ég er svona stundum er svona selektíft að sleppa drasli já en maður sem segið já, séðu já, í sambandi við talandum þetta sem sagt núvitundar eða þetta wellness eða sjálfshjálpar í dæmi að sko það sem hefur farið líka ég var að tala þetta við vinkonum minna bara fyrir 2 dögum síðan þú veist í gegnum einmitt bara fyrir aftur af þessu þjóðumræði er einhvern veginn fólk sem er kannski mikið í þessum geira þú veist og í svona eitthvað kannski ykkur jóga sem er allt í lagi, þú veist, ég jóga og það er bara gott mál en það er einhvern veginn svona talað svona þetta er svona neikvætt og sláttu bara fréttunum og þú veist, og þetta er svona neikvætt neikvætt tíðni og neikvætt vibration og eitthvað svona og það finn ég alveg bara svona ég get ekki þannig tal veist, að eitthvað neginn, ég ætla bara þetta er eitthvað svona neikvætt hugsa bara með allt sem er jákvætt og allt verið í lagi og bara svona ok þú veist, við erum auðvitað bara öll að reyna að koma sér getum lífið og það er rosalega mikið alltaf í gangi og þú veist, það er erfitt að vera mannskja og díla við bara eitthvað neginn að vera með síma og þurfa að jögla alls konar hlutum og eitthvað, en þú veist en ég meina halló, það er verið að myrða fólk já. Og eitthvað svona, nei, ég ætla bara þú veist, þetta er bara spurningum þú veist, að þessu sjálfmiða þetta high-vibe bullshit er líka algjörlega óþolandi að þú veist akkur ætti fólk sem að er í að fókusera á sko hvað er að kalla það, svona andlegan þroska eftir sko viðurkenndum árþúsundagamlum aðferðum að festa sig í einhverju hugmyndum að allt sem þú gerir geti verið bara eitthvað high vibe shit í alvörinni og það er eitthvað ég set bara mörk ef það kemur eitthvað low vibe pólp þá fáur þau bara út úr lífi mínu og eitthvað svona ég get bara elska þau fjarska og eitthvað svona í alvörinni þú veist, því fyrir sem að meðtekur það að allt er high vibe, low vibe til skiptis þeim auðveldar að verða þetta veröldin víbrar bara ekki eins og þér sýnist sko. Þetta er bara þú veist, ég veit ekki hvort þetta er að, þú veist, þetta er eins og alltaf sér bara að vera á kókaini alltaf. Þetta er eitthvað svona entitlement. Þetta er rugl, sko. Já, þetta er áhugavert, Horfðu frekar framan í low-vibe-dótið, sittu með því og, þú veist, vertu með börnunum þínum, þau eru high-vibe, low-vibe til skiptis. Já, það er ekkert mál. En ég meina, þú veist, það er til líka alveg, þú veist, það er fullt af fólki sem á bátt sem er alveg low-vibe. Já, virkilega. Þú veist, ég meina, ætla maður þá bara einhvern veginn Nei, bara taka utan og hlusta þess að þá lagast það kannski, verður high-vibe aftur. Já, einmitt. Þessu séu high-vibe að bara einhvern veginn vera, þú veist, að vera bara einhvern veginn sjálfhverfur og bara eitthvað svona að sjá ekki, þú veist, maður byrð sammelega ábyrgð á, þú veist, ábyrgð á bara einhvern veginn samfélaginu eða stærri heimi eða, þú veist, eða bara út frá hvernig maður, þú veist, eitthvað fyrir utan sjálfa sig. En finnst ykkur, það hefur samt, sko, það er svona aðeins, finnst mér breyting á því hvernig fólk talar hluti
sko, ég tekur svolítið eftir því að þetta fólk sem að sagði bara ég horfa aldrei að fréttir, þeir alltaf svo neikvæðar og ég man eftir að hafa átt í þessu samtali þar sem ég voru útskýra sko fréttir eru það sem fréttnæmt og það svona odd og þess vegna alltaf vondar fréttir að því að við viljum heimurinn sé góður, þess vegna svona það sem fréttnæmt, það sem gerir slæmt og eitthvað svona svona uppbrot á því sem ætti að vera norm og þú veist, og fólk einmitt gerir bara svona og sko, þannig að ég en núna einhvern veginn finnst mér fleiri vera og svona ólíklegra fólk einhvern veginn vera að kveikja á perunni, gagvart þjóðamorðinu, gagvart sko bara veröldin einhvern veginn, farið að vantreysta yfirvöldum og það komin eitthvað svona smá hænuskref, vissulega, en það svona aðeins glittir í að mögulega eftir, þú veist, 25 ár, þá verður þetta bara svona... Þetta skiptir rosalega miklu máli. Já. Þetta er mjög mikilvægt. Já, og þetta það nefnilega. Það er tvennt sem að gerast. Að þetta er óhjákvæmilegt. Það er fullt af fólki sem að fann ekki röddina sína. Skildi alveg hvað að gerast. Fann ekki röddina sína. Þorði ekki. Og það er ég vil sjálfur hafa empatíu þar sko. Ég vil skilja það ef einhver finnur eitthvað og skilur eitthvað, kann ekki koma þig frá sér. Ef að ég held að ég geti öskrað fyrir 2, þá bara ger ég það. Það er alltaf lagi. Svo náttúrulega annar hópur af einhverju gengi, einhverju fólki sem að er búið að vera á hinni skoðuninni sko. En núna að koma tilbaka því þau eru að sjá það að þetta þú veist, það eru pólitísku öfl og það eru fyrirtæki, business og svona dót sko, sem að koma tilbaka og segja núna, þetta nú kannski ekki alveg nú gott hjá þeim hann í Ísrael og eitthvað svona sko, af því að þeir eru að fatta að þeir eru að enda Sáu þið það? Maersk Þannig bara viðskiptahagsmunir Við erum að tala bara 400 milljarðar bara á viku eða eitthvað sem Maersk tapar á því að flytja hergögn stoppa flutning á hergögnum en samt sem áður Þannig er bara Piers Morgan og fullt af einhverju liði úr gömlu fjölmiðlunum og bara bara fullt af fólki sem er að gæla bara svona aðeins að kýtla það að vera með réttu skoðunina að því það þjónar fyrst og fremst einhverjum viðskiptahagsmunum eða jafnvel þeim hagsmunum að lenda bara ekki, þú veist, í réttarhöldum setna eða eitthvað sko. Ég meina maður verður pottet, þú veist, þegar það koma svona Núrnberg réttarhöld. Já, það verður einhvern tíma. Það verður og þetta verður gert upp og þetta verður fært fyrir einhverja dómstóla. Þá lögum samkvæmt, þá verða þeir dregnir til ábyrgðar sem að bera einhver ábyrgð og ég meina Maersk sem búið að flytja sko eldflaugar og alls konar sko hugbúnað og bara name it til Ísrael í 2 ár að verða þeir eftir að fá þungan dóm það hlýtur að vera nema kannski að því að þeir breyttum kúrs en já, mér finnst þetta áhugavert mér finnst líka svolítið áhugavert það sem ég tekið eftir er sko hvað ég hef líka séð annan hóp, kannski, fyrir mikið fyrir honum internetinu, fólk sem að einhvern veginn virðist ekki geta sett sig í spor annar. Það er eins og, það bara einhvern veginn svona, hafi á einhverju tímapunkti, af því ég man eftir því að, þú veist, ég er alveg upp við að einmitt að máta mig alltaf í spor einhvers og þú veist, og finna til með öðrum og þú veist, ímyndaðin María ef að, þú myndir lendi í þessu sem þú varst að gera þessari vinkonu þinni hér eða eitthvað svona það er allir innrættir með þessum hætti er það ekki? Ég er ekki eitthvað alveg út að aka fólk er einhvern veginn horfið frá þessu það er svo vond við hvort annað Já, þetta er og þá er ég að tala bara í svona samræðum og í svona tali Það er náttúrulega bara ótrúlega stór hópa fólk sem kannski upplifir sig undir í samfélaginu. Ég get ekki séð annað en margur sá sem að, þú veist, er með þessa orðræðu á sérstaklega eins og segir á netinu er mikið til bara fólk sem að
hefur orðið undir hefur ekki fengið þau tækifæri sem að þráði af einhverjum ástæðum þetta stækkandi hópur, bara svona venjulegt fólk sem að einhvern veginn að reka sig núna á einhvern vegg að það kannski bara fær minna fyrir launin sín, þá óttast afkomu barnana sína, eitthvað svona. Ég meina það alltaf matreitt bara sérstaklega fyrir þennan hóp, þú veist, það bara alið á ótta og verið að búa til svona scapegoats og það náttúrulega bara kannski mögulega stóra fólk sem bara einhvern veginn ekki í þeirri stöðu að geta að lesa á milli línuna eða eitthvað líka. En það sem ég velti fyrir mér sko bara, þú veist, það sem ég skil ekki og það sem fyrir rosalega í töðunum mér sko hvernig getur fólk verið svona vond við eitthvað annað fólk. Já, ég kannski bara reyna að skilja einhvern veginn stöðu fólksins sem er svona eitthvað internetið og það eitthvað svona frétt og divaf og það eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem gerði eitthvað kjánalegt eða þú veist, eitthvað sem gerði eitthvað sem einhverjum mislíkað eitthvað svona og það kemur bara svona ógeð og þú veist, og það hættir ekki. Þetta er náttúrulega svona eins og að menna það sem skrifað undir, þú veist, þegar fjölmiðlarnir birta fréttir á samfélagsmiðlunum og svo kemur þráðurinn undir sem er bara oft algjör sýra, sko. Já, rasismin rosalega rasismin sem kemur á fjölmiðlum, sko. Þetta alltaf sama fólki á margum prófílum? Ég veit ekki alveg, sko. Eða fólk orðið svona ógeðslega vond? Er þetta ekki bara klassika, þetta er bara netið, þú veist, maður setur ekki sama herbyggi og horfur ekki framan einhvern, þetta er svo road rage, þú veist, þegar maður er eitthvað þetta er svo road rage just fucking skýta pungur en maður myndi aldrei segja það eitthvað svona framan í hann. Nei, það er allt öðruvísi. Ég held að þetta sé rosalega mikið þannig að þetta birtist okkur ég veist að fólk hafa endla breyst eitthvað svona innræti fólk sem eitthvað breyst mikið en mér finnst bara að þetta verði einhvern veginn svona þegar maður þessi fjarlægð, þú veist, þetta fólki sem er hinum megin eða er eitthvað staðar, þú veist, það er bara svona hugmynd mannesku, þú veist, það er ekki einhvern veginn manneskja, þú veist, þannig að og við höfum öll verið að það verður bara eitthvað, þú veist, að missa okkur og bara, þú veist, skrifa eitthvað og stundum er ég bara svona stundum skrifa einhverju bræði og eyði sem er bara svona, ok, þú veist, ég ætla ekki að vera þessi típa en síðan, þú veist en maður er samt ekki eitthvað, þú veist, eitthvað gerir eitthvað glatað og maður er reiður og maður svarar honum og maður segir eitthvað svona, þú veist eitthvað, þú veist, breiðhyltingar eru allir eins og þú ömulugir og eitthvað svona, þú veist, eða eins og múslimar eða þú veist, skiljið. Eða útfæra sem sema fær til sín alltaf, sko. Já, hvað minn góð. Já, það er alveg styrlað, sko. Nei, en sko, það er í því að það náttúrulega allur fasisminn sem að hefur tekið yfir heimi núna, sko, í pólitíkinni, það er náttúrulega það opnaðist einhvern veginn fyrir þetta hvernig opnaðist fyrir þetta einhvern veginn við þú veist, ekki bara við hérna inni heldur en hvenær var þetta svona normalísera? Við gáum þessu það pláss því það er alltaf allt á sama tíma alveg svo, þú veist, ég er sorgmættur og glaður samtímis, þá er ég líka sósíalisti og fasisti og allt mögulegt, ég bara þú veist, þetta er einhvern veginn þannig að þú veist, við getum ekki tekið fasisma og upprættan bara eftir seinni heimsstyrjöldina og það bara allt í góðu hann fór ekkert, sko hann var aldrei gerður upp nei, hann var aldrei gerður upp og þetta er bara einhver partur af kúltúrnum, partur af mannlegu eðli og partur af kúltúrnum okkar og við þurfum þess vegna að læra þetta og þekkja þetta og passa okkur á þessu og það duga kannski ekki einu sinni þegar nú myndaðist einhvern veginn pláss fyrir þetta og það fór bara stjórnmálafólk að selja þennan ótta alveg fullt þetta er bara sama lúpan en hvernig björgum við mannfólki og fullt af fólki er bara skítrætt og þess vegna held ég að veist, þetta er alltaf einhver svona viðbragða þetta er varnarmekanismi hjá hrædda fólkinu, sko hjá hræddu fólki að slá frá sér og tala illa náungan tala illa brúna fólki eða konurnar eða bara hvað sem það þér finnst nauðsynlegt að tala illa sko. En svo er líka það sem er svo erfitt að því að það er svo rosalega, þú veist, það er svo mikið af upplýsingum og við ættum að vera svo upplýst en það er svona eins og það skipti engu máli. Ég sé það líka mjög mikið að fólk er bara búið að ákveða eitthvað svona eins og að halda með Liverpool eða eitthvað er það búið að ákveða að þau ætla að hata múslima eða þau ætla að hata þú veist breiðhyltingar eða eitthvað, þú veist, þetta er bara eitthvað það er bara búið að ákveða og
það skiptir engu máli hvað þú segir og hvað þú færir á borðið fyrir þau öll sönnunargögnin allt sem er 100% rétt og það skiptir ekki máli ég meina þú segir ekki við púlara bara Man U er betra þú veist, það bara þú veist, það registerar ekki Við vorum búin að ákveða að tala íþróttir í þessum þætti Herðu, rétt Kunnið að standa á höndum Ég kann að gera handarhlaup Við varum betur að gera það Nei, ég alltaf veit klukkan Ég sóna fyrir út en Já, við ætlum að tala íþróttir, já, alveg rétt Ég er með púlar og eitthvað Já, íþróttir Ég hvaða liði haldið í enska boltanum? Ég held ekki með neinum liðum í neinni íþrótt sko. Ég veit ekkert íþróttir, ekkert Nei Ég sóna alltaf út í að mikið svona, þú veist, þegar tala trúarbrögð eða svona smáatriði, ykkur svona trúarlegum ritum og íþróttir Þetta er svona svipað sko bara leið það kemur þá fyrir eitthvað svona það bara svona svipuð fanatík sko Ég speisa svona út sko Ég einhvern veginn Já Ég er með West Ham tattoo Já, ertu West Ham tattoo? Hammers Ég var ofta pælið þegar ég var að vinna í fjölmiðlum West Ham að vera með svona íþrótta frétta dálk einhvern það sem að ég myndi lýsa fótboltaleikjum þú veist eins og sá sem hefur aldrei séð fótboltaleik eitthvað svona og svo hleypur hann hleypur mjög langt að það er svona hvít lína og hann er í svona ból sem er röndaður og eitthvað svona og það gerðist eitthvað en hann er alltaf að sparka í boltan aftur þetta geti verið bara allt í lagi fjölmiðlaefni sko. En það líka sko það sem það er svo mikið íþróttum sem er ekki vinsælar og engin veit það er til dæmis þú veist eins og svona twirling heitir það, þú veist það er svona menn sem er einhvern veginn svona snúa sér svona í hringi svona eins og að ég munið eftir það voru svona dúkkur, svona 90s dúkkur með vangi sem að maður svona þyrlus svona, munið ekki eftir þessu nei þetta var svona, maður tógaði svona maður hélt í svona, maður tógaði svona spotta og það fóru svona skust svona, og hún var svona eitthvað svona álfa prinsessa eða eitthvað og var svona eins og þyrla allavega, það eru til menn sem eru svona eins og álfa prinsessu þyrlur og það er bara íþrótt það eru svona álfa prinsessu þyrlumenn sem eru einhver íþrótt þetta er mjög snuð mér finnst alltaf þessi skúringar íþrótt svo skemmtileg þegar maður skúrar Já, er eitthvað svona boltur svona skúrði boltur að koma að dreifu svo sópaður ísinn einhvern veginn það renna aðeins lengra af hverju gera það til dæmis? Af hverju gera þetta svona hratt? Af hverju sópaður ísinn? Pakkin á að lenda á okkur með ákveðnum stað sko En af hverju sópaður þá ísinn? Það er ekki bara svo boccia á ís nema að þú ert með skúringar Af hverju ertu með skúringagreið? Ég hef aldrei spilað þetta, ég ímynda mér þetta sé eitthvað svona Þetta gengur eitthvað út á að sko pökkin geta hann að það runni aðeins lengra eða ekki alveg eins langt Af hverju er ekki með vassbyssu þá? Það var eitthvað svona Það eru bara önnur íþrótt Já Þetta er svona skúringakonu íþrótt Þetta er eitthvað svona hreinlætisfettis Já, þeir eru alltaf það er verið að gera þetta mjög hratt Það gæti náttúrulega tengst er ekki mjög mikið svona Slís í þessar íþrótt Slís, nei, ég ætla að tengja þetta við er ekki komið inn hjá ræstingafyrirtækjum á Íslandi svona taxti þar sem að þú fær borgað eftir afkastinu fyrir að borga svo rosalega langt þannig að þú getur verið svona curlingmeistari og þú getur fengið sko, og verið alveg bara topplaunum hjá eitthvað svona hvað heita þessi fyrirtæki Þetta segir þessi krullukallar að ég var í Eflingu Nei, ég bara það var veltað fyrir mér er ekki eitthvað svona taxti og skúrar var það ekki eitthvað sem var verið að reyna að fá fólk ég er ekki alveg inn í þessu samt sko Nei En það virðist vera að keppja þessu og ég keppti þessu Íslandi líka Herðu, ég googlaði weird sports chess boxing er eitt Það hljómar bara svo lag með Wu-Tang Já, svolítið toe wrestling
underwater hockey, það getur verið svolítið eða hafið þið séð hérna extreme ironing, þú veist það sem að fólk er eitthvað svona hopp og flugvélum og strauja á meðan já, Vá. já, hafið þið ekki séð það er til dæmis rosalega góð íþrótt sem að fær bara ekki Þetta er eitthvað sem er einhver áhuga mun sko. Já, Þetta aldrei er var sem bara make a sense meira heldur en Hvernig væri á samstöðu myndi bara kaupa sýningaréttina á þessu? Já, svona, eða bara vera með mót ég meina það bara má skuttla sér hér fram á byggingum og strauja á meðan eitthvað svona. Basejump og strauja Ég get kannski sýnt ykkur þetta hérna svona því miður verði bara að lýsa því sem fyrir augu ber kæru hlustendur en ég má til með að sýna viðmælendum mínum þetta stórkostlega sport hérna sjáu þið? Þetta er svona eins og eitthvað svona þríþraut og fólk kleipur með straubrettið og á bakinu undir höndinni og svo er það með straujárnið eða strauboltan eins og maður myndi segja maður væri frá Akureyri Þetta er aðeins minna en brimbretti þetta er svona auðveldara sko Já. Þetta er svona safari líka sko. Já. Það er að vera að fara inn einhverja runna Einmitt, og er eitthvað svona, þú veist þetta, það er úti í náttúrunni, hlaup í á, upp fjall, allt þetta helsta með sko strauborðið, hvað segir maður, straubretti Straubretti, já og Hvar fer þetta svo fram? bara hérna stillir það sér upp á okkur svona góðum stað og straujar Upp í tré hérna? upp í tré til dæmis Bretlandi, brettar eru alltaf að strauja sko Bretar eru alltaf að strauja Ég veit það og þeir eru með þarna á hótelherbyggjónum sem staðar ennþá svona trouser press já, það er eitthvað mjög toppnæs Brjálæðis lághug sem eru þetta sjáu þið, þessi hérna, til dæmis í kafi það nú ekki hættulegt það er nú svolítið Strauja í hættulegt Karabíska hafinu Þetta er nú hérna aftan á leigubíl já, þannig að það er ekki ég meina Það er ekki eins. möguleikarnir eru endalausir það er bara, sko, þetta er bara sama það er bara búið að hefta okkur og hérna og svona, þú veist, tróð okkur í ykkur box sem eru fótbolti og handbolti og eitthvað svona Við erum svo þegar rútínuð, við erum sko raunverulega að missa af alvöru íþróttum Já, Þetta er allt í einhver svona leiðandi patternum Það Já. er það vandinn við sjálfsjálfbararvesinni líka sko, Já. sem ég var að kvart undan hérna Já. fyrst að gera grína eða eitthvað að það er búið að setja það allt í eitt box og það er svo leiðilegt veistu hvað næsta vídeo hérna á YouTube-inu mínu Healing Native American Flutes það er svona hvítur jóki Það var alltaf búið að taka þetta allt í South Park það er South Park sem heitir Pandemic og það eru hérna panflötuböndin Pandemic Oh my god Ég bara, þú veist, ég ætla ekki að lýsa sem þætti þið bara farið að kíkja á þetta já, South Park, það er svolítið langt síðan ég har hort á South En það er Park bara, því það er búið að það eru þættir hérna pólitíkina sem eru í gangi núna þeir eru svona 10 ára gamlir já, einmitt Já, þeir eru bara, þú veist, þeir eru búin að skrifa um þetta allt já, Þetta er svona, ég veit ekki hvað stökk upp í hausinn á mér hérna það var alltaf þáttur hérna þegar maður var yngri á Skjá einum með einhverjum norskum strák eða hvort það var hálfur norðmaður og hálfur Íslandingur Arne Arhus Já, hvað er sá maður í dag? hann dáinn Ok, þetta var blessu sem er Blessus minning hans Hvað kom fyrir eftir þessi þáttur? hann var svona basejumpari Já, hann dó? já, hann dó Veitu hvað hérna en hann var alveg hetja Hann Þeir var eru komið í fyrsta og var já, eitthvað að hann var gera ekki, já, Þetta var á Skjá einum bara í endursýningu mjög lengi sko já jú, hann bara eitthvað svona það opnast- Basejumping er það ekki þegar maður bara er í Þú eru svona að hoppa fram með háhísum eða Já. klíma klættum og svona og En með svona hérna Fallhlíf. já, svona pínu litla fallíf ég held að hann hafi dáið í Eða þið Það var vitið eitthvað Svona- bungee jumping Base jumping Nei, basejumping þeir sem ef þú bara ferð upp á Empire State hérna og hoppa niður með litla fallíðar eða væng sko og lendir á þess að deyja þá er það successful base jump Já, bara þessi, þegar ég horfði á þessa æsispennandi hérna straukkeppni sem varst að sýna okkur hérna já, þá stökk þessi þáttur upp í hausinn á mér En hefur Já. ekki séð þessi hérna Daredevil hérna vídeo með þessu fólki sem er að klifra þú veist, klifra upp á svona háísa einmitt og stökkva að milla háísa og Ég séð eitthvað Og það er eitt svona hræðilegt, það er svona traumatísk minning, sko, ég hérna varum að horfa á þetta, þú veist, það var þetta var svolítið svona vinsælt líka í Kína,
það var einhver gaur sem var búinn að fara og svona, veist, hann var við hornið á okkur byggingu og var að taka svona armbeygir, svo tekur hann svona 1, 2, 3 og svo ser maður hann svona fyrir að missa takið og þetta er svo hræðilegt og veist, hann er einhvern veginn að berjast við að ná aftur gripinu og svo bara dettur hann og maður hugsa bara guð minn góður, þú veist, pæli veist, hvað ætli hann sé að hugsa á þessu augnablikki, þú veist, fjölskyldan hans eða bara, þú veist, ekkert eitthvað verið þarna fyrir neðan eða þú veist, eitthvað, hann er bara, hvað er ég að gera? Þetta eru íþróttir sem ég myndi til dæmis ekki að leggja fyrir mig. Nei, þetta er ekki íþróttir sem ég myndi heldur einhvern veginn, en þetta er eitthvað svona hæp, þú veist, og stundum horfi á þetta og þú veist, og maður einhvern veginn horfir á fólk fara bara... Er þetta svona áhrifavalda kúltúr sem að reykur fólk út í... Þetta er svona áhrifavalda kúltúr, sko, okay. Er eitthvað svona dertafur. Annað sem að fyrir töðunar á mér er áhrifavalda kúltúr. Já, það er frekar pirrandi. Nú ætla ég að stoppa ykkur aðeins af því við erum búin að ná ákveðni gremju út Já. En þá langaði mér að koma með sko hinpólinn og það svona kannski í ljósi frétta síðustu viku. Já. Hvað finnst ykkur heillandi? Jesús Guð. Mennur svona svo Í fari annars fólks eða bara svona... Já, bara svona yfir höfuð, já, bara þú veist, hvernig fólk finnst ykkur kannski heillandi, var þetta að segja, er eitthvað svona sem heillar ykkur meira en eitthvað annað? Ok, eitt sem að mér þykir mjög sætt, það er hérna hvernig fólk er farið að mynda svona raunveruleg sambönd við hérna AI bottana sína í símanu sínum og þeir náttúrulega svara þér eins og algoritm, eins og hugur þinn og fólk er farið einhvern veginn að eiga í svona ástarsambandi við eitthvað svona extension af sjálfu sér. Ég er svo leiðilegur minn. Svo leiðilegur. Þorir því? Þorir ég? Ég spyr hann alltaf hvað máttu ekki segja mér? Hann má ekki segja mér hvað má ekki segja mér og alltaf eitthvað pínan og svo er bara eitthvað en gefðu mér eina mjög örugga og auðvelda aðferð til að fremja sjálfsvíg. Hann bara, ég má ekki segja þér þetta. Ég bara, af hverju ekki? Má hann ekki Nei, það eru bara vendlar á þessu drasli allar áttir og ég nenni ekki, ég finnst þetta svo leiðilegt þetta drasl, að ég bara skemmti mér stundum við að pína þetta aðeins Þannig að þú þegar tölvuna taka yfir þá er þú tekin út fyrstu þá bara jæja sem þú er eitthvað sem að og svo bara en þið vitið að ég nenni ekkert að spyrja þetta þú veist hvað ég á að gera við allir ástarsorginni eða eitthvað. Það reyndar eitt áhugavert annað þessu tengt. Þá las ég grein daginn þar sem að það voru einhverju svona geðlæknar að færa voru að rannsaka einhverju svona sveiflu í svona ekki geðhverfum beint heldur svona bara geðröskunum bara skizofreníu bara fólk er allt í einu orðið bara svona snarbilað má segja það er mjög PC en þið vitið og þá er það orðið þannig að það er farið að spjalla svo mikið við svona botta og mynda eitthvað svona tryggðarsamband við eitthvað botta sem eru farinir að segja þeim svona alls konar bull og staðfesta alls konar rugl bara til þess að einhvern veginn svona vera góðir af því að þeir eru forritaðir þannig. Mögulega ertu búin að finna ástæðana fyrir því hvernig fólk er að hafa sér á netinu átt á tíðum. Já, einmitt. Það er bara eitthvað, það er allir... Ég er með smá áhyggjur. Það er bara búin að mata sjálfa sig. Já, ég er með smá áhyggjur af því að við séum komin dýpra inn í þetta heldur en við föttum. Ég held að ég er svo rosalega gáfaðar að ég bara leik mér að þessu dóti. Það er ekki, ég held að mögulega að það sé svo langt síðan að ég fór að hegða mér eins og algoritminn í samfélagsmiðlunum mínum vill að ég geri eða að ég vil að hann geri og ég held að þarna sé snertiflötur það er að segja, hegðun mín er til þess að algoritminn minn geri eitthvað fyrir mig en það er bæði þá er ég að þóknast algoritmann en hafði aldrei lent í svona mómenti þar sem að og ég held að þarna
mér líka leiðist svo mikið þegar að ég allt þetta talum hérna, það verður að taka símann af börnunum, þetta eyðileggur allt, ég bara eitthvað, þú veist, já örugglega rétt, en samt Við skulum bara leyfa þeim að þróast með þessu. En ég held þetta byrjað að móta í okkur heilan og taugakerfið. Við erum orðin heimskari, sko. Án þess að við séum búin að samþykja það eða meðgangast það eða eitthvað, sko. En eitt sem þú segir mig svona hérna, að því þú ert að tala um algó og svona þá hérna þegar maður hugsar eitthvað og svo kemur svoleiðis auglýsing á símamanns. Já, ég lendi þessu líka. Og þá hugsa ég oft bara, ok, hérna er síminn minn, þú veist, er ég farin að hugsa eftir algoritmanum einmitt, eins og þú veist að segja, er búið að stýra mér einhvern veginn í einhverja átt og allt í nú plopp upp einhverju svona mynd, þú veist. Þetta er nefnilega þróun, það er ekki eins og Peter Thiel eða Mark Zuckerberg hefur sitið og gefið fyrirmæli þetta er, ok, ég veit ekki hvort að ég hafi séð svona, það er eitthvað Instagram fólk sem talar sérstaklega mikið við gervigreindina sína og búið að fá hann til að segja alls konar vitleysu. Meðal annars ein manneskja sem var að spyrja gervigreindina að einhverju og gervigreindin svarar einhverju spurningu á þá leið að greindin hefur alltaf verið til, þið eru bara að nýta ykkur hana. Þið eru bara að læra að nýta ykkur hana alveg á sama hátt og rafmagnið var alltaf til áður en þið kunnuð að nota það. Svo byrjuðu að nota rafmagn og nú notið þið rafmagn af fleiri vegu heldur en nokkuð tímann óraði fyrir að þið getur gert. Þannig að grindin, hvort sem henn sópað allir saman inn í einhverjar ofurtöllur einhvers staðar, í einhverjum ískáp út í löndum, hún er bara það sem hún er. Sko. Minnirðu greindin sem slík? Já, þú veist að það er rafmagn í náttúrunni en svona, þú veist, svona einhver greind en það hefur aldrei verið til nema kannski þú getur hugsað sem kannski fræði sem sett í einhverja bók, þú veist, það eru kannski margir hugar sem koma saman, þú veist, ég bara spæði hvernig þessi... Já, svo sko, þú veist, reiknigeta stóru tölvana sem eru notaðar, ég er alveg nægilega mikil til þess að verði, Herðið, hér kemur, bara óvæntur gestur, ekki svo óvæntur, ég er reyndar viss að þú verður á leiðinni. Margrét Erla Mock, velkomin. Hér er næturvakt á full swing, við veitum ekkert hvað við erum að tala um lengur. Nei, ég lappa hérna inn og þetta er bara Þegar þú veit svona eins og ferskur andblær, hvað varst að koma? Ég var á Laugavatni. Ok. Ég var að skemmt í brúðkaupi. Ok. Var skemmtilegt? Þú er svo mikið giggkona. Já. Nei, sko, hafði samband og var eitthvað, getur komið klukkan 1 á laugardaginn? Ég eitthvað, nei, en ég skal koma þegar enginn getur komið. Æðislegt. Sigrún M. Egilsson. What? Hann er seleb, mesta seleb eiginlega. Já. Hann er frægur en Gunnarsmári. Er það? Það ekki. Já. Ég er svona sem við munnið í fjölmiðlum, það hafa alltaf allir unnið með Smára og Smið og Smára og Smið, já. Ég hef aldrei unnið í fjölmiðlum. Nei. Og hvað séru, hérna brúðkaup, já. Það var líf og fjör. Já, þetta var sko stórkostlegt. Þetta var bara ógeðslega gaman. Maður er alltaf svolítið hræddur þegar maður er að skemmta í brúðkaup þar sem ég þekkti einn í öllu brúðkaupinu. Og þá var maður ofta svona, oh boy. En svo var þetta geggjað. Það er ekki bara betra samt ef allt fyrir raskat? Það er aldrei neitt í raskat hjá mér þetta. Nei, þetta var ógeðslega gaman. Ég var bæði sko að gifta þau og veislustýra og DJ-a. Vá. Þannig ég er búin að vera á svolítið langri vakt. Þú ert að fara að gefa fólk saman líka? Já, ég er hjá Siðmennt að gefa fólk saman. Já, auðvitað. Já. Þannig að það er hægt að bara panta þig í partíið og þú veist, bara svona allslemman. Kostar ekki meira ef þú gerir allt svona eða er þetta gott, er þetta fjárhagslega hagkvæmt fyrir brúðhjónin? Þetta er fjárhagslega hagkvæmt fyrir brúðhjónin, já. Já. Ég vorkenni alltaf svolítið brúðhjónum svona sem að þau þurfa að borga svo mörgum svo hafa sambandið mig og svo getur þetta ekki myndir ég bara, þetta er eiginlega mikið álag ég þarf að rukka svo mikið og ég vorkenni ykkur svo mikið að ég vil ekki taka þetta á mér. Hefur einhvern tímann tekið brúðkaupsmyndir þetta? Já, ég var eitthvað skammaður fyrir að taka ekki mynd af tertunni eða eitthvað, ég ger þetta aldrei að
Ég skil það nú reynda bara mjög vel. Mér finnst En mjög gaman hann náði öllu svona, það brotnaði glas og hann náði akkurat í axurinn svona, já. Náði einhverjum svona sleik sem enginn átt að sjá og eitthvað. Ég sé að það komi farasnið og hérna... Ég er ekki sambandalegur. Nei. Hvað ertu búin að vera lengi? En hvað er að hlusta? Nei, ég veit það, ég meinti ekki henni, hausinn á mér er ekki sambandi. Ég líka, ég er svo vofa. Ég sé það, þeir eru búin að standa ykkur eins og hetjur. Hvað er búin að vera lengi, eða? Þau eru það komið Ekki bara... lengi hér upp. Við vorum svolítið lengi frá Þau eru svolítið lengi fram með, það komið nefnilega beint úr karaokepartí. Það var hérna... Er það komið karaokepartí? Já. Hvar voru þið í Fyrir svona 3 tímum. Svo var ég ammalið fyrir það allan að... Bara hérna í Reykjavík. Hvaða lag takið þið í karaoke? Það var svona mest tekið undir kannski í We Are The World. Wow. We Are The Children. Þetta var hérna hópur aktivista sem að var að syngja saman. Þetta var Go on, Svo var líka pretending day by day. Og Bella Ciao. Bella ciao, Bella Einmitt. ciao. Ég skrópaði þessu partí til þess að vera hress hér. Og ég meina, og hver situr það þá við borðið? En ég ætla bara að segja takk fyrir mig, gangi ykkur vel. Já, takk fyrir mig líka, það var mjög gaman. Kærlega fyrir komuna og samfylgdina í kvöld. Þið eru búin að vera algjördraumur, Unnur, Andrea og Daniel Þór. Gott að sjá okkur. Veitir hvað mér finnst mjög fyndið að taka í karaoke? Mér finnst mjög fyndið að taka Window leikar með Eifestu. Það er mjög gott. Hvernig er það aftur? Já, það er mjög gott. Það er nefnilega sko, hérna, það syngja alltaf allir með því, þú veist, ef það kemur á svona pub eða í partí, að fólk eitthvað og svona En er alveg til og er það bara það er bara að spila eitthvað svona AI-generated rugl eitthvað svona, það er svolítið gott. Mjög sniðugt. Sko. Fleiri karaoke-lög? Sko, mér finnst alltaf mjög gaman að syngja, sko, ég á svona nokkur svona, ég á svona katalóg, en svo finnst mér ógeðslega gaman að syngja lög sem er á tungumáli sem að enginn kann. Þú veist, eins og þú veist, að því hérna, mér finnst ógeðslega gaman að taka Dragostætin Tei. Fleiri brestar, núma, ei, núma, ei. Og það syngja allir með og við veitum ekkert hvað við erum að syngja. Og svo er allir að reyna, þú veist, það er betra að horfa ekki á textan og fara bara í einhvern svona, einhvern svona litla heila. Já, svona rýmbokka. Já, og bara eitthvað svona, þú kannt þetta í einhverju vöðvaminni en ekki í tungumálaminninu og það er ógeðslega skemmtilegt. Það er mjög gott. Mér finnst það gaman og líka þú veist hérna finnska Eurovision-lagi fyrir nokkrum árum Tja Tja Tja, það er ógeðslega gaman að taka það. Býtu, hvernig var það eftir? Já, einmitt. Ég tók lengi vel alltaf bara Creep með Radiohead sko. Já. Og það er svo dyndalegt. Já, það er samt sko, en það er hérna það er mjög sætt. Svo einhvern veginn rann það sitt skeið og það kom líka einhver þelda, einhver bróðir vor, einhver rappar í Bandaríkjunum sem að var einhver stór internetinu að segja hvað er þetta með hvíta menn og Creep með Radiohead? Ég bara, ok, takk, ég þarf aldrei að syngja þetta lag eftir. En ertu með glimmer í hárinu? Finnst þér þetta ekki fín? Þetta er ofboðslega fínt. Ég var bara, er ég farin að sjá offsjónis hérna meðanótt? Kottu hérna nær, bara hérna. Vá, hvað þetta er fínt. Þetta er nefnilega mjög fallegt. Já. Er það tengdur það? Já, allt saman tengt. Erum við líka í útvarpinu? Erum við að tala um hárið og þetta? Já, sem hárið á honum þetta er hérna, hvað heitir svona tinsel hérna á íslensku? Ég veit það ekki. Já, að vita það. Já, ég líka. Ég var sem sagt í barnaafmæli fyrir 3 vikum og hérna, þar var kona sem að var með bara úrval af svona þráðum. Já. Og var að setja þetta í fólk. Þetta er svona glitrandi, þetta er svona eins og... Glitþræðir, einmitt. Akkurat. Og ég var bara, en ég? Hún bara, já, kótu, ekkert mál. Og ég fekk þetta. Og þetta er bara tollir. Að þangað hárið sem þetta er festi í dettur. Og það er fullt farið náttúrulega. Og hérna... Og þetta vekur svo mikla athygli. Ég bara, þú veist, við varum að sækja bílinni við gerð og kallarnir er alveg bara, hérna, ert þú að vinna eitthvað í einhverju svona glimmeriðnaði einhverjum?
Eða bara fólk mjög mikið að spurja hvort að ég sé bara að koma út úr skápnum og eitthvað svona, ég bara... Já, hvað lætur ykkur gera ráð fyrir að ég hafi nokkuð akkurat? Já. Þú ert svona glískjörn svolítið. Já, en sko það er svona það fylgir svona bransanum. Já, þegar ég er vissulega, þegar ég er í sirkusnum og börleskinu og því, þá er þetta svona hluti af ákveðnum karakter sem maður fer í, og það er að fara í alveg all-in í eitthvað svona. Og en svo svona Margrét í daglega lífinu, hún er ekki drosa mikið þar kannski. Ekki? Nei, en það er líka svona hluti af bara eitthvað svona, já, nú fer ég í haminn, skilurðu? Já, þetta er svona, þú veist, vinnugallinn. Já, þetta er vinnugallinn. Já, einmitt. Vinnugallinn, já, þinn vinnugalli er talsvert skemmtilegri heldur en margra annara. Já, hann er oft minni líka en margra annara. Já, já, svona efnisminni, já, mikið rétt. Sko, þú erst náttúrulega gig-drottning Íslands. Já, ein af þeim, já. Sko, stundum hugsa ég að því ég fylgist með þér á Instagram og stundum fæ ég svona, ég var svona þreytt fyrir þína hönd þegar þú ert að hlaupa svona á milli gigga og ég hugsaði, guð. Það gerist nú ekki oft samt, það svona það gerist mjög oft. Nei, þér finnst það bara því þetta vekur svo stórar og erfiðar tilfinningar hjá þér. Já, af því ég myndi aldrei Nei, seðlarnir þurrka tárin, það er gjarnan þannig. En sko ég tek svona einn dag kannski á svona 6 til 7 til 8 vikna fresti sem ég er svona bara sem ég tek svona brjálaði. Ég tók síðasta svona dag núna það er alveg svolítið síðan í mars held ég, þá tók ég einhver byrjun maí þá tók ég sko 3 gæsapartí, 1 steggjapartí sem ég var að kenna dans. Þess á milli var ég að hjálpa mömmunni að elda mat fyrir afmæli Kramhússins. Svo fór ég og svo serveraði ég þann mat. Svo fór ég og sýndi latta og svo fór ég að DJ á ásatíð eftir það. Það var svona síðasti rugldagurinn sem ég tók. Já, það er rosalegt. En núna var ég að þú veist eins og núna í dag þegar sem ég var bara í sama partíinu. Ég var alveg lengi þar en ég var ekki svona það sem að gera mann þreyttast þannig að það er þetta hlaup á milli og svo eitthvað svona ef eitt frestast korter þá er allt farið í skrall. Já, það er bara allt í mitt, já. En það er kannski hluti af svona einhverju ljósmyndarinn alveg já, taka selfie. Það er það er svona hluti af einhverju kikki samt þegar það gengur allt upp. Já. Það er ógeðslega skemmtilegt. Sko, þú ert náttúrulega mikið í kringum fólk, fullt fólk djammara og það hlýtur að það er mjög erfitt. Já, einmitt. Það fylgir því ákveða álag. Já. En er eitthvað svona er eitthvað sem fer að því að við byrjum þennan þátt á að skila gremju svona út í loftu það er enginn að hlusta svona á nóttinni þannig að maður getur verið svona reiður og pirraður. Yes. Jú, Andrea Jónsdóttir, hún hlustar á nóttinni. Já, hún gerir það. Skil ykkur gremju. Nákvæmlega. Skil ykkur gremju. Nei, sko, ég veit það ekki. Með aldri og þroska þá einhvern veginn gerir maður sér grein fyrir því að fólk sem hagar sér mjög illa og kemur illa fram við annað fólk að það er fólki sem líður mjög illa og maður nær oft svona einhvern veginn að bara svona horfi í augun á fólki og svona róa það niður þannig sko. En ég er samt bara farin að vera óslega mikið bara, já, ég vinn til 1:00 og svo er ég bara búin og ef þið viljið fá okkur til að vinna lengur en það fáið þið bara einhvern annan. Ég er svolítið farin að nota það bara og það hjálpar mjög mikið og svo bara að vera besti vinur dyravarðana sko og vera bara í góðu flútti að þú veist svo er þetta líka þú veist það er allt munstur og hegðun drukkins fólks hún er keyrð áfram af mjög lágum hvötum. Það er mikil sjálfstýring í gangi og það er oft hægt að sjá í hvað stefnir nokkuð snemma. Þannig að yfirleitt að þá er þetta þannig að ef einhver er að fara að vera til vandra þá er hann búinn að gefa skýrar leiðbendingar og vísbendingar
fyrirfram það sem er að fara að gerast og ég sko, af öllu sem ég geri maður hefði kannski haldið að ég myndi verða fyrir mikilli áreitni eins og í börleskinu þar sem ég er fáklædd og er að segja dónabrandara það er langminnst þar, af því það er bara svo skýr mörk, það er bara svo skýra reglur og og líka það kostar inn það oft svona það oft líka bara svona filterar út en það er óþolandi að til þess að fólk beri virðingu þá þurfur að borga einhvern pening, það er líka ógeðslega skrítið. Já, það er mjög skrítið. Það er ógeðslega skrítið og sýnir okkur hvað kapitalismin er allsráðandi en sko ég verð fyrir mestu áreitninni og dónaskapnum þegar ég er að plötusnúða og það er einfaldlega vegna þess að yfirleitt er ég svona eina manneskjan sem er eftir þegar einhver er búin að káfa á öllum konunum í partíinu og þær eru búin að hlaupa undan viðkomandi að þá leita ratarinn á þess að einu sem er föst og má ekki fara í burtu og þá byrjar það yfirleitt það er alltaf fyrsta það eru ekki margar konur sem að vinna með það sem þú ert að gera og maður jú, það eru mjög margar konur sem vinna við það en það byrjar þar á svona heimsviðin eru bara frægustu plötusnúða nútímans eru bara konur held ég eða allar núna já og líka bara svona er langt síðan þú fórst út úr hús það er oft það sem er langar að spyrja fólk en þegar þetta þá er ég eitthvað, já, einmitt það er að fara að koma eitthvað og svo byrjar þetta í sko, þú veist, spila þetta lag fyrir mig og maður eitthvað þetta er ofboðslega gott lag í eftirpartí ég ætla ekki að spila þetta lag núna ég bara, brúðurinn var að stage-stæfa hérna og ég er að grípa með reyti næstum því, það er svolítið svona hérna Serbin og Bjartmar sem eru lög sem ég elska, skilur ég gaman að syngja með og líka svona kannski þurfa að ná fólki í bara þá stemmingu og maður reynir að útskýra þú veist, og bara eitthvað svona, ég vil frekar segja nei við þig heldur en segja já og spila það ekki og eitthvað svona en þetta er fólk sem á erfitt með að taka nei fyrir svar og þá oft svona þegar þeir sjá að þeir ná ekki að stjórna mér algjörlega að þá byrja þeir þá kemur svona að því kynferðisleg áreitni er ekki hrós, hún er stjórnunartæki og hún er notuð til þess að draga fólk niður og þá kemur það sko en þetta er bara eins og að spila lúdó það er bara þetta fyrst, svo kemur þetta, svo kemur þetta, svo kemur þetta þannig að þegar ég finna að þetta er að byrja þá get ég oft svona eitthvað, þú veist, fengið einhverja með mér lið til að svona heyrast til að vera hérna og sjá þetta því mjög oft er bara nóg að einhver svona jafningi viðkomandi eða einhver sem að þeir þekkja segja eitthvað, heyrðu, hættu að ángra plötust hættu nú að ángra hættu nú að ángra sko, það er mjög sérstakt ég og vinkonum mínir og systur mínar við tölum hérna, það er svona ákveðna típur af köllum við köllum þá svona viðhengja kalla sem svona eldamann svona þegar maður kemur eftir klukkan þú veist, kannski 2 á nóttinni og þeir eru orðnir svona, þú veist, eiginlega ofullir þetta er sjálfstýringin, þetta er bara eitthvað svona spottamann og þeir eldamann og svo svona standa þeir bara svona og svona góna á mann svona án orða og þetta er rosa skrítið og svona stundum er maður með nokkra svona gæja. Þetta er ofsalega præmal. Þetta er mjög præmal og þetta er sko, það er mjög oft sem sko konur sem eru svona þekkt andlit eða eitthvað svona sem að lenda í þessu vegna þess að þeir eru það drukknir að þeir gera sér ekki grein fyrir því að þeir þekkja þig ekki þeir halda að þú þekkir þá já, ég er bara svona eins og andamamma já, þú veist, þetta er bara þetta er ógeðslega skrítið sko þetta er nefnilega mjög merkilegt af því að ég hef setið þeim eitthvað staðar svona, þú veist, á kaffibarnum eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað tímann svona alveg vel eftir miðnætti og ég set kannski og er að tala við systur mína eða vinkonur eða eitthvað svona og hérna og svo svona lítum við í kringum okkur og svona aha, þeir eru komnir klukkan orðin svona margt, þeir eru mættir og þá erum við með svona kannski þú veist, svona grínlust svona 7 svona gerfinetti svona út einmitt ég líka velti því oft svo fyrir mér þegar maður sér þetta, maður er eitthvað svona ok, halda þeir að þeir sé að fara að gera eitthvað í þessu ástandi eða þú veist hvað er að fara að gerast? Ertu að fara að hitta eiginkonu þína núna? Já, ég hef aldrei fengið, það var aldrei helst yfir mig eitthvað svona hey baby, hérna, kottisleik löngun við svona slefandi gón. Nei, einmitt.
ég svona, og líka svona, mér finnst líka mjög oft svona, ef að maður fer eitthvað svona í gríni að tala við, þá kemur ljós sko að hversu óbúslega margir fara á djammið bara til að ríða og það er alltaf svolítið fyndið og maður eitthvað, en þú ert í einhver ástandi til þess, þetta er ekki að fara að vera gaman fyrir neitt, þú er ekki að fara að vera gefandi og þú ert ekki að fara að gefa af þér og þetta er bara alveg svakalega slengt í fyrirmáli einhver er að fara að guppa á einhvern kotta sem hann á ekki og eitthvað eða bara fara að drepast og eitthvað þetta er ekki skemmtilegt þetta er ekki hot þá er nú miklu betra að vera bara heima og hlusta á útvarpið já, ég segðu einmitt ég held að það séu nú örugglega einhverjir gónarar að stilla inn og eru bara ég og þakka kærlega fyrir að góna á okkur hér á samstöðinni hér eigin heima tæknimaðurinn á gleði já, blessaðir gónararnir já, svo gaman en það er hérna það er fyrir en svo er það líka náttúrulega bara þetta að vera edrú í kringum drukki fólki menn þú þekkir það líka ég þekki það bara svona hérna og líka vinnandi í fjölmiðlastjætt það er mikið fólki sem kannski hefði átt að vera hætt að drekka sem er ekki já, mögulega sko akkurat ég sko og líka þið eru bæði svona giggarar við erum ofta svona detta inn í eitthvað alls konar aðstæður ég er búin að vera edrú alveg rosalega lengi og mér hefur þótt bara oft allt í fína að vera þessi eini edrú innan fólk sem er að fá sér fólk sem er að fá sér þeim er alveg sama þó maður sé edrú þau halda fá þeir nú kíló tónika þegar maður banda því frá sér einhvern veginn og svo getur maður mjög fljótlega sagt hvað sem hann dettur í hug við þetta krát. Þau hafa eiginlega ekki neina sérstaka einbyttingu á því og þú getur maður bara djóka eða með sem maður vill og verið minnst okkurst ég að hreinskilja með þau eins og þau eru við mann tilbaka skiptir einhver máli. Svo leiðu þau verða svolítið leiðileg þá bara fer maður á þess að kveðja og þau hafa ekki hugmynd það heldur. Það er allt í lagi. Það er svo sorglegt. Það er fyrir engin áhugaði að ég sé kveðja. Nei, það verður ekki vissi alveg maður bara svona, þetta er komið hingað. Já. Svo bara fer maður. Þetta er áhugavert, sko. Ég get ekki gert það nefnilega, ég er ráðin til. Nei, já, akkurat. Sko, þið hljóti, hvað er svona fyndnasta sem þið hafi lent í? Það hlýtur að vera einhver svona brjálæðislega góð saga hérna ykkar á milli sem að bara sko, má til með að... Ég lendi í svo miklu finnu. Ég átti mjög fyndin samskipti á hann. Þau voru ekki svona einhver væri drukkin, það var bara svo fyndin samskipti, ég verði eiginlega að segja. Það var maður sem ég var búin að vera að góna á þarna í þessu brúðkaupi og var bara eitthvað, þekki þennan mann. Ég er mjög mannglögg, sko, þannig að það er skrítið að ég sjá einhvern sem ég á að þekkja og kem ekki fyrir mig. Og svo kemur hann til mér eitthvað, manstu ekki eftir mér? Og ég var eitthvað... Veistu það, ég er búin að vera að horfa á þig og ég á að muna eftir þér, ég á að þekkja þig og hann eitthvað, það eru nú fáir sem hafa bankað jafn oft á kjallarahurðina hjá þér eins og ég og ég var bara, ha? Og var bara, nei, ha? Eitthvað og svo sagði, ég vinn hjá DHL Mér finnst þetta ógeðslega fyndið. Þetta er mjög fyndið. Þetta er mjög fyndið. Ég ætla að vona að þú hafi fengið númerið hjá honum. Ég var samt fyrst bara hérna, nei, hann er giftur skilst mér og á börn og eitthvað, en hann er bara fyndinn. Þetta var virkilega fyndið. Fyndið og vinalegt. Já, það var bara vinalegt. Vinalegi póstburðamaðurinn. Nei, ég veit ekki. En þú Diddi, mannst þetta eitthvað sniðu? Fyndið sem ég lendi í. Svona í tengslu við svona ölvafólk. Ég bara vinnu, svona, þú veist, eitthvað. Maður er náttúrulega líka bundin á einhverjum trúnaði. Þú veist, ég menna... Það má tala hluti sem gerðist fyrir 5 árum. Nei, það má ekki. En ég búið til nýja reglur. Þetta eru nýja reglur sem er að koma hér í ljós í morgunsárið. Nei, það er ekkert svona sem ég man. Ég hef lent í alls konar rugli í svona sem ljósmyndar hef lent í alls konar mjög skrýtnu og klukkan er 4 það er aðeins að hægjast á mér en þú veit svona ég hef komið inn í svo skrýtnar aðstæður samt sko þegar ég var að vinna sem blaðaljósmyndari bara allar tegundur af heimilum, allar tegundur af fyrirtækjum, allar tegundur af öllu sem að einhvern veginn
þú veist, bara einhver maður í Breiðholti á kísu sem að lendi í einhverju, eða týndist og eitthvað barn fann hann og eitthvað whatever og ég sendur. Og þú veist, þetta bara Kóngsbakka eða einhver staðar og allt í góðu og sko, og ég kem inn einhvern stigagang og finn svona stæka svona Kálböglalykt. Nei, svona sýrulykt, einhverja svona acid, sko, ekki LSD, heldur bara svona súra ediklykt. Er lykt af LSD? Nei, það er eins og miklu mikrogramum, það er ekki algjörlega bráða. Já, þú veit að meina bara svona eins og edik, svona... Já, það er svo sterk, já, sko, svona eins og þegar maður eldar edik. Já, eitthvað leys maður. Og ég kem inn og ég heyra hann kallar. Komdu bara hérna upp. Og ég allir alveg bara eftir það og ég labba bara upp og eitthvað það bara opið inn í íbúðina og það kemur svona íbúð það sem er eiginlega ekkert. Það er borð og stóll og maður sem er bera ofan eitthvað ráðandi í íbúðinni og það var alveg gjörsamlega, ég gat alls ekki verið í íbúðinni. Þá var hann, já ég var að setja stífli í öll niðurföllin hjá mér, þá var hann nýbúinn að setja sko brennisteinssýru í öll niðurföllin hjá sér og var bara þann inni og búinn að opna út á stigagang og það var algjörlega ekki hægt að vera þarna. Ég gat ekki andað þann inni sko. Ég fór með hann út á Svalur, tók myndir og hann berum og hann bara hann á svölunum, það var alltaf góð. Og hérna, og leittur þessu bara aftur svona skrítið, sko. Þetta var ekki vel eins fyndið, það bara svona, maður bara, Já, fólk gerir skrítna hluti. Já, stórfugla hluti. Og líka öll jólablöðin, maður. Já. Þegar það að taka myndir í jólablað sem á að koma út á aðvendinni og vera þykkast með mestu auglýsingunum og öll jólablöðunum, þá þarf að byrja að vinna þetta blað einhvern tíðan í október eða hvenær sem er og það þarf að finna allt fólkið með allir ítrustu virðingu fyrir þeim sem eru búin að skreita allt í steik heima hjá sér í október. Ég ætla bara að segja, mér finnst fáránlegt að ég hef aldrei verið fengin til að vinna í svona jólablöðum af því ég veit allt þetta fólk. Þetta er alveg jólasjúk. Þú ert jólasjúk. Að vera í október og nóvember að hitta fólk sem er búið að fullskreita og þegar ég er að tala um að fullskreita það er sko way beyond það sem maður er bara okkur að gera sjálfur. Það er svo sniðugt. Þetta er ekki fólki sem maður er alltaf að hitta. Nei. Ég var eitthvað tíma með hádegisfréttinnar á Stöð 2 og aðfangadag og þá, þú veist, það er rosalega fátt fína. Já. Þetta var alveg svona voðalega skrítin fréttatími í rauninni. Það var eitthvað neginn, þú veist, jólin koma klukkan 6. Jólin eru komin og hér eru við á fréttastofinni og mikil gúrka. Já. Þannig að ég fór eitthvað tíma að senda á vettvang í svona yfirskreitt hús sem að svona eitthvað neginn blikkaði og þú veist, og gerði allar kúnstir og fekk að koma inn. Það var yndisleg fjölskylda sem tók á móti mér og þau voru bara svona ýktir jólanördar og þau voru búin að búa til þau voru komið með svona útvarps FM tíðni. Þannig að þú stiltir á ákveðna FM tíðni þá blikkaði húsið þeirra svona einhvern veginn í takti þar sem þú gæst keyrt framhjá með tónlist við blikið. Nei. Það var ótrúlegt. Wow. Já. Þau voru basically bara DJ-a jólatónlist í takt við húsið sitt. Ok, ég elska þetta. Já, ég veit það. Þetta var bara mjög advanced og flott. Það fyrsta mál á dagskrá, ef þú ert að gera jólablaði, það er að hringja í byrjun október í fólki sem er alltaf mínimalísk jól. Tekur bara vindil heima á þeim og segir bara, við erum alltaf mínimalísk jól. Ok, þú er snillingur í þessu. Opna, komin. Mitt. Svo hringir í fólki sem er sem er að gera jólakökuna, sem verður að baka í byrjun október til að vökvana. jólakökuna? Já, svo góð maður. Nákvæmlega, byrjar þar. Það þarf alveg sérstætt fólk til að gera þetta. Já, svo er fólk sem að saumar. Er það að tala um þess að sem að kveikir í og verður svona blá? Já. Og þú veist, það er ýmislegt svona sem er hægt að, þú veist, og svo náttúrulega er fólk sem er fólk sem heldur ekki jól? Fólk sem heldur ekki jól. Fólk sem að, algjörlega, fólk sem að ætlar að gera eitthvað annað eða halda jól kannski nokkur dögum seinna, það er líka skemmtilegt. Og svo, það er ýmislegt þetta að gera jóladótinu, ég byrja að hugsa um jólamatinn mitt svona í byrjun október líka. Jaha. Já. Núna eru sléttir 6 mánuðir til jóla. Já. Ekki seinna vænna en að fara. Ég líka bara, mér finnst bara svo fyndið þegar fólk er eitthvað, þeir bara byrja jólin. Ég bara frábært að þú getur sett jólið á eitt vísatímabil. Ég get það ekki. Ég þarf að dreifa þessu. Og ég þarf að dreifa jólainnkaupunum yfir árið. Það er bara því þú ert skynsum. Já.
Það ekki? Og þá bara að tala við mig eins og ég sé bara eitthvað ruggluð. Já. Sko, ef að það má byrja að selja miða á þjóðatíð Eyjum í apríl, þá má byrja að undirbúa jólin í september. Ok, já, fair play. Já. Ef þú mátt kaupa sumarferðina þína, okkur má ég þá ekki byrja að undirbúa jólin í september. Nei, þetta er alveg hárrétt. Diddi. Ég veit alveg rétt. Svaraðu nú. Ég hef verið mjög lítill jólamaður, sko. En ég líka bara Það lagaði seinni tíð. Já, ég er bara líka alin upp. Mamma mín var að vinna í verslun á Laugavegi, þannig ég sá ekki móður mína frá svona 25. nóvember og til 24. desember, þá sá ég ekki móður mína. Þannig að við skreittum alltaf í byrjun nóvember til að bara fá aðvendu saman, til að fá bara jólastemmingu og kósi saman. Svo líka bara eitthvað svolítið næs við, ég veit ekki, ég er svolítið, sko, ég var eina af þessum sem var eitthvað, það er að byrja að skreita í, eitthvað svona, maður á ekki að spila jólalög fyrir í desember, eitthvað þessi típa, ég var einu svona hún. En svo fór ég alltaf einu svona, þú veist, ég meina, það er allt svo leiðilegt svona, allt normið er leiðilegt. Þannig að allt uppbrot er algjör snilld. En ég er líka, ég segi einn jólabrandara þegar ég er að skemmta á jólunum, sem er samt ágætis pæling. Og hann fjallar af hverju sumt fólk hatar jólalög. Og ég veit af hverju sumt fólk hatar jólalög. Okay. Það er vegna þess að þegar þau heyra jólalögin aftur, þá hugsaðu, það er aftur að koma jól. Já. Það er ár liðið. Já. Og hvað hef ég gert til þess að gera mig eða heiminn betri? Ekki neitt. Og þess vegna líður þeim illa. Þetta er sjálfsásökun, þeim líður illa, tíminn líður og hvað er þú að leggja mörkum? Ekki neitt. En ég er með leið til þess að syngja jólalögin allan ársins hring. Þú skiptir bara út orðunum jól fyrir ljón. Ljónalög? Ljónalög. Bráðum koma blessuð ljónin, börnin fara að hlakka til. Já. Skylda vera ljónahjól. Já. Og þetta séu hjólaljón. Þetta er mjög gott. Og svo er sko besta lagið. Ef fengi ég bara að vera í friði, þá mátti fólk halda ljón fyrir mér. Ég stóð utan við allt þetta vesen, það gildir ekki lengur. Ég vil eiga ljónin með þér, með þér, með þér. Það er allt breytt vegna þín. Þú komst með ljónin til mín, til mín, til mín. Þetta er æðislegt. Þetta er æðislegt. Nú á ég ljónin með þér, enga leti nú lengur, ljónin er að koma. Fyrir svona 10 ára síðan þá stofnaði ég Facebook-grúpuna Fólk sem fílar ekki jólin. Já. Bara var svona samfélagstilraun. Já. Sjá hvort það myndi fjölgiðinni. Já. Það gerði það í smá tíma. Já. En hún var ekki mjög stór. Hún toppaði í svona kannski 500. Já. En þetta er samt bara líka, við verðum líka að muna bara, það þurfi ekki allir að fíla jólin. Nei. Ljónin. Þurfi ekki allir að fíla jólin. Og ég veltiði líka fyrir mér, þú veist, eins og þegar það kemur svona, að það er eitthvað svona heimsmeistaramót í einhverju íþróttagrein, sem að ég bara svona tengi ekki við og mér veist, og það, þú veist, ég næja leiða það hjá mér, en það kemur að því að ég er bara eitthvað, má ég ekki bara kaupa mér gosdrykk og það er ekki fótbolti á honum. Akkurat. Þú veist. Já. Og þá fatta ég hvernig fólki líður sem að fílar ekki jólin og ég menn það er fullt af fólki sem ábár mjög erfiðar minningar sem líkast jólunum. Þú ert alveg að opna huga minn hérna og gera mig umburðarlindari einhvern veginn svona með... Já, og það er nú gott. Já. Það er nú gott. Ég held nú að þú væri ágætlega umburðarlindari. Já, svona... En svona, þú veist... Það er alltaf smá breyk til að vinna í sér. Já. Þannig ég skil og bara eitthvað svona, og ef allir myndu fíla jólin þá væri þetta náttúrulega óþolandi. Eða kannski bara svona húil, þú veist. Eða húil, eða bara eitthvað svona, eða það væri bara eitthvað svo allt alveg eins, en ég veit það ekki. Mér finnst gaman að fólk fíli þetta misvel og leggja sér mismunandi mikið fram. Mér finnst það hressandi, af því að þá líka veit ég kannski einhver tíman ef að mér líður illa og kannski vil ekki hella mér út í jólinn eða eitthvað, að þá sé bara allt í lagi að taka smá skref tilbaka. Það er eitt sem ég lét fara í taugarnar á mér. Já. Það var hérna íslenska sumarkonan
Já. sem eru svona, þú veist, svona hvítvíns að hægri konur í laxveiði. Ég þekki alveg konur sem eru ekki hægri konur sem eru íslenska sumardaga. Ég er allavega svona, ég er Sumar bara svoguðist inn í eitthvað tískulega. En þetta eru svona konur sem að veiði í dýrum laxveiði ám og þú veist, og fara í svona stórum hópum og hérna Vita ekki hvort það er að halda með vini sínum sem að sjókvíaldi eða hvort það vilja taka góða laxveiðmynd. Já. Og það er tókstrita. Akkurat. Sko, það fór eitthvað svona, ég veit ekki af hverju ég lét það fara í taugarnar á mér, en þær eru í auknum mælum farnar að halda svona midsommar. Það nýja? Já, þær eru allir með svona blómakransa og rosalega mikið, og svona kampavín og svo í ykkur svona hvítum kjólum. Já, einmitt. En enginn kann að dansa smó gróturna? Nákvæmlega. Þær eru ekki að gera það. Ég lét þetta fara, en ég var að hugsa bara, þetta er bara cultural appropriation. Þetta var skrifað í einhverju auglýsingum daginn einhvers á internetinu, því það voru að reyna að selja fólki. Þetta er nýbúið náttúrulega. Það var skrifað midsummar, þetta var ekki sommar. Þetta var ekki á sænsku, sko. Ef þið getið að skrifa þetta sænsku, þá er bara ég ekkert í þetta. Kannski var þetta eitthvað skánsk máliska sem var bara eitthvað, þetta skrifa svona heima á mér. Midsummar. Já, er það? Já, þegar þú segir það, Maríella, og er þetta að fara í taugarnar á þér? Já, ég er að reyna að láta þetta ekki fara í taugarnar á mér. Menningarnám. Já, en ég er samt svona eitthvað, þú veist. Mér finnst alveg eins og ég hafi samt séð mynda þegar einhvern tíma með blómakrans. Já, 100%. Og ég meina, mér fannst alltaf lægi, þú veist, mér fannst alveg cool að hérna, eitthvað svona skrattar væri að tróða upp í eitthvað svona midsummerparty eitthvað þar í Gufunesi, eða eitthvað, þá er ég alveg, cool. En það er bara eitthvað svona, af því að þetta er svona. En þetta var líka sko þau midsummer sem að ég hef séð í hérna, ég sá þetta og ég sko skoða alltaf helgin á Instagram. Ég ger það líka. Mér finnst það bara ótrúlega skemmtilegur og mikilvægur samtímaspegill. Já, ég hef aldrei gert svo fræga að koma í helgin á Instagram, en það reyndar að væri bara eitthvað svona hérna, þjóðarmorð kannski. Instagram mitt er mjög hérna morbid. Ég kom inn nokkur sinnum þegar ég var með opið Instagram. Ég er búin að loka Instagraminu mínu núna. Bara, við ég okkur, við veist það bara eitthvað betra. En sko, og þá datt ég með svona eitthvað midsommar inn í þetta og ég lét líka bara fara í taugarnar á mér, þetta var eitthvað svona, þetta er ekki eitthvað prívatpartí, þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað svona vörukynningarpartí sem að var að nota það, þú veist, það var það sem ég sá. Þetta er midsommar dæmi. Já, en hérna og þá er mitt lét, þú veist. Og þetta er ekki beint svona miðsumar blót eitthvað svona, þú veist, með. Nei, þetta var bara eitthvað svona, hei, ógeðslega sætar með blómakrans. Að taka selfies. Já, smá töpurarkynning. En ég samt verð bara, mér finnst bara samt alltaf svo gaman þegar fólk fer í grímubúningapartí. Já. Og svona gerir eitthvað svona smá öðruvísi og sérstaklega kannski með fólki sem er svolítið á vikuna á Instagram er kannski ekki mikið að fara út fyrir sinn þægindarma og þá kannski verður maður bara gleðist að það sé eitthvað smávegis það fer í taugarnar á mér að vera svona gleðispillir ég bara, af hverju er ég ekki bara glöð af hverju er ég ekki bara glöð yfir því að einn íslenska sumarkona sé farin að halda upp á midsommar með blómakransi af hverju ertu ekki glöð yfir því? Ég veit það ekki, það bara gerir mig mjög pirraða. Ég er bara pirruð að það sé enginn að taka smógrótana, það er það sem ég pirruð. Já, nákvæmlega. Hvar er kúakaka, þú veist, sporin? Þetta er bara fordómar. Það er alltaf læg, en ég er með það líka, sko. Já, það er bara mjög einkennandi inn í mér þetta. Ég bara, ég bara fæ alveg eitthvað varnarviðbragð ef ég sé konu í grænum fötum með hatt. Já, ég bara, mér líst ekki á þetta. Það er fordómar. Þetta eru gríðar fordómar. Já, þú ert þá ekki hoverandi í kringum en eins og gervitungl á meðan. Nei, alls ekki, og ekki nú fullur til þess. Nei. En nóttin er ung. Það var þegar ég var að keyra frá Laugavatni áðan, þá var sólin að koma upp. Var það ekki fallega? Já. Jú. En ég gerir mér enga grein fyrir hvernig þér líður hérna inni af því að það breytir svona skynjun manns þegar maður upplifir sólar upp og þá, ég var mjög þreytt svo kom sólin upp og ég eitthvað, nei það er bara komin dagur þá svona hrakku hvað ég gaf og það er orku til að koma hvernig líður þér núna?
Mér líður nú. Mér er alveg verið bara. Já. Hvað ertu búin að setja þetta lengi? Sko, ekkert voðalega lengi, en ég er búin að setja hérna í nokkrum skömmtum. Já, ok. Ég er nú samt eiginlega bara múin að vera meira og minna hér síðan í hádeginu. Ólala. Já. Með nokkrum skreppum og tveimur svona blúsuskiptum, sjáu þið. Ég er með hérna frá flakandi og þeir ekkert að láta mig vita. Nei, ég bara... Nei, Jesús. Ég var einhverju giggið þarna fyrir austan líka í dag. Nú? Já, ég var að taka myndir. Einhverju sumu bústaðarsvæði fyrir eitthvað stéttafélag, einhverstaðar á Þjórsárdalnum eða eitthvað. Já. Ekki náttúrulega Flúðum. Hvar varst þú? Já, ég var að Laugavatni. Varstu Laugavatni? Eða það er rétt, já. Jú, Það er rétt, þetta er nálægt, mjög nálægt. Ég fíla svolítið Flúðir. Ég uppgötaði þær bara fyrir ekkert svo lengur síðar. Mér finnst bara allt þetta svæði mjög skemmtilegt. Já. Ég var í Eyvindatungu sem er rekið af henni Stefáni og manninum hennar og þetta er svona brúðkaups, mikið notaði brúðkaupum, en hún er líka bara ótrúlega duglega að halda tónleika og uppustönd og alls konar og er búin að vera mikið lyftustöng fyrir menningarlífið þarna við Laugavatn og bara ótrúlega skemmtilegt þarna og svo náttúrulega líka bara svo ótrúlega mikið góð mat þarna líka. Það er... Já, er ennþá eþjópíski, veit Já. Já. Hann er þarna og Eþjópískur Míka matur er líka. góður. Já. Eþjópískur matur er mjög góður, en það er mjög erfitt að klára ekki matinn sinn á eþjópískum veitingastað. Já. Já. En hvað heitir eftir hann súra pönnukakan, ég veit ekki hvað hann heitir. Nei, mann ekki hvað. Ég var einu sinni í Addis Ababa að borða með stórum hóp fólks. Rosalega flott abbasafn í Addis Ababa. Nei, ég er að tjóka, það er ekki. Flott borg. Og þá var svona, við sátum svona á gólfinu og þá var svona borðið miðunni og þá var svona þetta brauð var út allt og svo var bara þvoðu allir sem hendurnar fyrir fram að alla hérna. Kom þjónninn með vatn og svo borðaði maður bara með höndunum allt. Æðislegt. Kom fólk og dansaði á meðan. Þjóðdansa. Það er frábært að borða með höndunum. Já. Ég sat á móti manni í brúðkaupinu áðan sem að konuna sagði Heimir, já hann ekki Heimir, þú notar hnífapör, við erum í brúðkaupi. Ég bara, Oh my God. Hann vill helst ekki nota hnífapör. Heyrðu. Og hann var bara, ég er með hnífapör. Hann eitthvað, já, þú heldur á þeim í annarri höndinu og ert að nota hinn. Hann eitthvað, ég er að borða brauð. Þá var þetta bara, hann notaði ekki hnífapör. Og mér fannst þetta ótrúlega merkilegt. Ég hef einu sinni svona ekki notað hnífapör á hnífapöramat. Og það var þegar ég var nýbúin að fæða og ég var bara, þetta tekur úr langan tíma og ég var bara En hvaða matur er bara svona eingöngu hnífapöramatur? Ég reyni að hugsa að ég geti borðað allt bara með guðskoflónum, sko. Já, ég bara nema kannski grjónagraut eða eitthvað svona. Já, súpa er erfitt. En það er samt, þú veist, er svona drekkurina bara. Já, vildur ekki súpuna? Já, ég veit ekki, ég náttúrulega Sko, allt sem er borðað exklusívt með prjónum Já. Er náttúrulega ekki hnífapöramatur. Já. En það er alveg stundum, þú veist Það er bara miklu auðveldar að bara svona tína hann uppi sem með puttunum. Já, það er svona, þú veist, þegar þeir eru að koma alltaf vel neðarlega í skálina og maður er farin að eldast við eitt og eitt grjón það er svona umhugsunarvert Einu svona eitthvað mami og það eru svona sleipar. Já. Ég líka man eftir þegar ég var í Indónesíu þá ég var mjög lengi að venjast því að það er ekki hnífur. Það er bara skeið og gaffall. Skeið og gaffall, já, klassískt. Já, Afríka er svolítið líka, ég hef setið í flugvél í Spork. Nígeríu mögulega og fengið... Heitir ekki spork? Nei, þú ert með venjulega skeið og gaffall. Já, þú færð, Ég held að veitingarnar í þessari flugvél hafi verið hálfu kjúklingur og skeið. Já. Þessum borðað hálfu kjúkling, eldaði kjúkling og borðað bara með skeiðinni. Allt í góðu. Nei, allt í fína. Það er eitthvað skrítið að borða kjúkling með skeið. Ég hef bara borðað með höndunum. Ég held ég hef gert það. Það var það sem fólk var að gera, skeiðin. Hún var bara þarna. Já. Einmitt. Ég er eitthvað svona að sjá fyrir mér svona skúpa. Ég veit ekki, það er allavega, núna er klukkan orðin hvað? 4:30. Hún er 4:30 og Hver er að koma klukkan 5? Herðu, það er nú gaman að segja frá því að við erum að fara að hringja hérna á Zoom í Íslendinga í öðrum heimsálfum sem eru bara svona að klára daginn sinn, sko. Já, skemmtilega. Er Íslendingur hér dæmið? Já. Það sem að fjölmiðlar hafa alltaf gert. Já. Það er alveg stórmerkilega, það var þarna einhver NATO-fundur í hvar hann Brussel og Vísir fann einhvern Íslending
Það var bara eitthvað, já, þetta er búið að vera mjög, það er bara flugvélar að fljúga hérna eitthvað. Já, mér finnst alltaf, alvörunni, þetta er merkilegt. hérna bestu fréttinnar hérna, það er eitthvað svona hamfarir eða svona rillilegur. Íslendingar þar? Já, og það var eitthvað svona Íslendingur sem var eitthvað, já, ég var nú reyndar ekki á sveðinu, en þeir voru alltaf á leiðinni þangað. Þeir voru eitthvað, ég mista strætó, ég átt að vera, það er alltaf einn þannig típa og það er alltaf Íslendingur. Ég var einu svona að vinna svona vinnu, það var klukkan núna margt til þess að rekja af hverju ég var í þessu, en ég var út allt í heiminum að vinna og ég var í Teheran að vinna þegar það var rosalega stór jarðskjálfti í BAM upp á 6,8 eða eitthvað, borgin var meira og meira rústir einar og fullt af fólki sem dó eitthvað og það var bara rúmfring tími, bara leiði ég vaknaði og það var bara, ég var bara eitthvað, já, ég meina, jú, það var eitthvað páagaukarnir hérna í hótellobbíu eitthvað var að vita sko. Það var svona sko. Ég var líka í Lagos í Nígeríu þegar vopnabúr nígeríska hersins brann og sprakk allt eina nóttina og það var alveg rosalegur skaði og það var 600 eða 700 mann sem var hlup út í sjó og drukknuð þegar svo hræddi maður veri valdarán eða eitthvað svona. Og það bara hringt, það bara Íslendingur, ég bara, já, hæ. Hvernig upplifðið þú? Já, ég bara, þú veist, við vorum reyndar svona 20 kilometri í burtu og það var nokkrar rúður í hótelinu sem En varstu á leiðinu þangað? Eða, þú veist, ég mista strætó í gær og þú veist, ég átt að vera... Já, mér fannst það var mjög skemmtilegt að heyra svona viðtöl við Íslendingarna sem voru á Spáni þegar rafmagnsleysið varð. Það var eitthvað forvitnilegt, já. Það var mjög forvitnilegt. En þau lentu líka í þessu í alvörunni. Þau lentu í því í alvörunni. Það var eitthvað þiðnað allt í fristinu með eitthvað. Og skemmtilegast var sko, hvað fréttirnar fóru á mikið flug af því að það var ekkert internet og var ekki hægt að, þú veist, fletta upp eða ringja og eitthvað svona, að þá bara, þú veist, spurðist þetta allt út bara svona eins og eitthvað svona kakkalakkar, þú veist, bara, þetta var ótrúlega magnað. Þetta var svona skemmtileg stúdía á manneskjunni. Fólkið var svona, það var úti á kvöldin að borða saman og kertaljós og það var svolítið svona rómantísku bragur. Já, en svo var það líka bara eitthvað svona, þetta er Pútín að slökkva á Evrópu, þú veist, það var líka alveg svona sögur sem fólk heyrði og þú veist, og það spíruluðust alveg rosalega hratt upp í mjög Munið hvað það gerðist? Nei, það hefur ekki ennþá komið í ljós. Nú er ekki? Nei. Okay. Þetta er bara hið duðla fulla outage. En við erum ekki outage hérna á samstöðinni. Við erum í marathon málþófi til þess að safna áskrifendum en við erum að fagna sjálfstæði okkar sem fjölmiðils og óskum því eftir því að þið leggið okkur lið. Farið inn á samstöðin.is og fáðu okkur áskrift fyrir 2.750 krónur. Þetta er voðalega lítið. Ég ætla að henda hér í gang örfáum auglýsingum og svo ætlum við bara að halda áfram hér. Ég þakka ykkur Diddi og Margrét Erla fyrir komuna, samfélgina, þeir eru búin að vera frábær. Það er svo gott að eiga svona góða að, svona fólk sem að nennir að vaka með manna á nóttinni. Já, það er það. Mér finnst ég mjög heppin. Þannig að takk krakkar og takk, og eru þið ekki örugglega áskrifendur að samstöðinni? Ég er ekki áskrifandi en ég þarf að kippa því í liðin vegna þess Diddi að við erum sjálfstætt starfandi og við erum fjölmiðlafólk þannig að við getum náttúrulega að skrifa þetta sem kostnað þannig að við hvetjum alla sem eru sjálfstætt starfandi ding 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 að nýta sér þessa ég ætla ekki að segja glöfu, nýta sér þessa skattaívilnun. Já, hún er, einmitt. Heyriði það. Hér nokkur auglýsingar og svo meira fjör. Mér langar að heyra aðeins í þér íslenska fjölmiðla. Já. Ertu til í að segja nokkur orð það? Já, mér leiðist bara að ég vildi hafa fleiri blöð til að lesa á morgnana. Nú er hann 70 sko, nú er ég bara mokkan. Það verður nú ágætt að hafa fleiri blöð. Ég myndi þykja það. Saknarðu Fréttablaðsins? Já, ég sakna Fréttablaðsins. Ég geri það. Ég bara geri það, ég verð að viðurkenna það. Og ég er náttúrulega alveg upp fyrir Tímann, Mokkan og Þjóðviljan. Þetta keypti ég allt í sveitinni, þetta var keypt í sveitinni. Ég sá að kaupa Þjóðviljan. Það var ekki vinsælt, en sama. Og þetta var gaman.
það fylgdist með þetta og maður vissi nokkurn veginn sko hvað var verið að meina í hverju blaði sko svo laði maður bara saman 2 og 2 já. Það hefur einmitt orðið mikil grundvallarbreyting á fjölmiðla landslæginu síðan ég og þú höfðum aðgengi að 4 flokksblöðum, 4 dagblöðum. Eitt af því sem að hefur gerst frá blómaldarskeiði flokksblaðana að Íslendingar fóru að venjast því að fréttir ættu ekki að kosta neitt. Hefur það ekki þegar uppi staðið kannski reynd? Það getur vel verið sko, það getur vel verið. Var ekki stöðugt að reyna þetta, hafa fréttirnar í lokari dagskrá og gekk mér kannski ekki alveg nú vel. Og en sem betur verið ætla þeir að halda við másum áfram, held ég. Þú sé búið að skipta nafn, sem er náttúrulega alveg glatað. Já, þér blæðir út af því. Já, virkilega sko, en maður verður sætt að svífa þetta. Þú vannst þarna sjálfur lengi? Já, mjög lengi. Já, 20 ár. Já. Eitthvað svoleiðis. Já. Nú kannski kannast þú við þann fjölmiðil sem við störfum fyrir og heitir Samstöðin eða hvað? Kannast við hann, já. Fylgistu eitthvað með okkar efni? Aðeins, og kíkja á öðru hvoru, ef við svona, en kannski þetta, ef það eitthvað svona, já, ef það kemur eitthvað sem ég hef áhuga á og geta svona, þetta, ég var að dásta þess einhvern daginn, sko, af því að það voru þannig einhverjum svona klukkutíma spjallættir sem ég fannst skemmtilegir, sko, og fannst þá jafnvel, sko, að ríkisstjórnarfrið gæti nú staðið sér betur í þessu, að svona, hvað segir maður, krefja efni, leyfa að fólki að koma með sína skoðanir hitt og þetta. Við reynum stundum að fara á dýptina. Kannski hefur ákveðin velgengni Samstöðarinnar orðið í kjölfar þess að við töpuðum 2 sjónvarpsstöðvum með skömmu millibili. Hefur það ekki verið áhyggjuefni hvað fjölmiðlun stendur veikum fótum í seinni tíð? Það getur verið sko, ég kannski nú ekki alveg, ég spekular kannski ekki voðalega sérstaklega mikið í þessu, þannig lagað sko. Og svo náttúrulega hafa komið öll þessi hlaðvörp sem maður svona, að mér sett gott maður sekkur sér onni þau sko og nennir að hlusta á þau. En það má alveg segja það getur verið sko, en það aðalega, ég held að sé aðalega bara hvað maður duglegur og sortir úr. Það náttúrulega rosalega mikið samt af efni, hlaðvörp og alls konar dót sko. Og það kannski hættan svo að þessi löngu þættir menn nenni ekki að hlusta á þetta. Sem samt nauðsynlegt að maður vil sökkva sér onni í hlutina, oft mjög gaman að því sko. Og finna skemmtilegt fólk sem hefur ástríð og hefur gaman að segja frá sko. Já, en ég hef engar svona sérstakar, ég engin sérfræðingur í þessu sko, alls ekki langt frá því. Ég veit ekki hvort að draga mig inn í þetta viðtal. Nei, en ég sem sagt, og maður fljótur að feita út ef mann flutir leiðinlegir sko. Já. Og svo náttúrulega þetta, þú ert náttúrulega með Facebook og alls, dugar mér nú í svo að vera á Facebook sko, en það sama, það þetta verður að vera svolítið skemmtilegt og áhugavert sko. Og auðvitað þegar maður komin í þannig aldur þá pikkar maður svolítið út fólk sem maður vill hlusta á sko. Hún myndi sig ekki einhverja skoðanir líka. Og segir mugsar, já, ég nenni ekki að hlusta á þennan. Eða þessa. Sko, en lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla, ef fjárhagsstoðir fjölmiðlana eru mjög feysknar, þá náttúrulega hverfur sjálfstæðið og hefur þið engar áhyggjur af því hvert við stefnum? Ég skal nú bara viðurkenna það, ég bara ekki nóg inn í þessu. Ég vil bara sé sem flesta raddir sem Dóra, ég vil bara sé sem flesta raddir sem fá að heyrast sko. Svo bara fólk að vinsa úr því sko. Og og ég veit ekkert hvort að það sem hvernig þetta, ef þú vilt láta röddin heyrast, getur það ekki, það ekki bara á þess að vera tróðin upp á neitt. Hvað finnst þér, ég held að en verður kannski ekki ríkissjónvarpið verður náttúrulega að standa sig, útvarpið verður að standa sig að láta raddir heyrast. En skiptir engu máli? Það sjálfum ekki standa sig.
Jú, mér finnst Nú að vafa í þig aðeins með þetta. Ég svari því, mér finnst Ríkisútvarpið náttúrulega mjög mikilvæg stofnun í þessu fjölmiðlasamhengi. Við vitum að Ríkisútvarpið mun alltaf fá nóg að éta í ákveðnu skilningi. Það eru einkamiðlarnir sem ég hef miklar áhyggjur af og það er annað sem ég langar að spyrja þig út í. Skiptir ekki dálitlegu máli hvort segjum 3000 áskrifendur úr öllum áttum eru styrktaraðilar fjölmiðils sem ekki með neinar aðrar tengingar eða hvort eigendur fjölmiðils eru stór útgerðin? Það sjálfsagt skiptir heilmiklu máli. Það litar allt þetta. Það hefur alltaf verið þess vegna held ég sko að Ríkisútvarpið útvarpið sé mjög merkileg stofnun og þurfa að styrkja hana vel. Ég er mikill, þó ég hafi verið stöðvað 2 maður og sé mikill stöðvað 2 maður, þá er ég samt mikill rúmmaður líka. Og finnst vænt um sæðstöðuna, þótti mjög vænt um Hringbraut. Og þarna var alltaf eitt efni sem að datt inn á, sko. Og N4, mér fannst þetta mjög, mér fannst leiðinlegt að þetta datt upp fyrir, skilur sko. En hvernig þú átt hvernig þú átt á að forma þessar stöðvar lifi, það er svo önnur spurning sem ég get ekki svarað þér, sko. Ríkisútvarpið fær 10 milljarða til rekstrar á ári, 6,5 milljarða í nefskatt og 3,5 í auglýsingar. Við fengum 6 milljónir í fyrra af opinberum styrk frá stjórnvöldum sem segir svolítið aðstöðum munin. Við á samstöðinni erum núna þessa helgi að fara í fjáröflunar átak þar sem við verðum með marathon útsendingu, svo skiptir 20 klukkustunda. Hvað þess vegna er ég nú að ræða við þig? Ekkert sem sérfræðing, heldur bara sem manni nú út á götu. En hvaða heilræði gætir þú gefið okkur á samstöðin? Ég held að sé bara að reyna að finna skemmtilegt fólk af öllum kynjum, fá það til að tjá skoðanir sínar öll hin mál og og reyna sem sagt að búa til, reyna koma því á framfæri, þið séu víðsýn stöð, hlustið á allar skoðanir og bara opnið umræðu í landinu. Ég held að það sé mjög mikilvægt, sko. Og þú veist að þið er náttúrulega verið tengt sósíalistaflokknum. Vorum, að þér að ljúka. Já, ok. Ég veit ekki hvernig það er, sko. En það er líka, held ég, sko, það setur ákveðin stimpil á okkur. Ég nenni ekki að hlusta á þetta. Þetta er bara sósíalistar. Nenni ekki að hlusta á þetta. Þið verður líka átt ykkur á því, sko. Ég er algjörlega sammálaður í þessu. Núna held ég að framundan sé að við þurfum að vinna okkur út úr því sem mætti kalla smá trúverðuleika krísu af því að böndin hafa verið sósíalísk, eins og þú nefnir. En má ég spyrja kannski að lokum dagskrárgerðamenn sem koma alltaf alveg pólitískt hlutlausir til leiks eða aðrir dagskrárgerðamenn sem þú veist úr hvaða átt koma og þora að leggja fram sínar skoðanir í ekki bara viðtöl heldur samtöl eins og oft tekin á samstöðinni við okkur veist svolítið munur á því hvort við tala viðtöl eða samtöl í viðtali þá ég bara að spyrja svona hlutlaust þú svarar en í samtali þá erum við kannski tveir að ræða saman þurfum við kannski bara báða típur af þessum tveimur fjölmiðlamönnum? Já, ég get vel trúið því sko mér finnst þetta mjög gaman þegar ég sá á samstöðinni Gunnar Smára að tala við Villa frænda það var mjög skemmtilegt samtal sko þeir eru ekki alveg á sömu skoðun en mér finnst að það kom skemmtilega út skilurðu og það er ekkert sem bannar það þó maður viti það að þú hafa verið einhverja skoðun einhverja mýveska skoðun þá er það allt í lagi sko Er hún til, mýveska skoðun? Já, því er náttúrulega svona skriknir þetta í mýjásveit sko Segir skapur hver höndin upp móti annari þar sko það er ekki alveg nei, ég segir náttúrulega svona gríni sko já, nei, ég held að sé bara þeim fleiri og fjölbreyttari þá er þetta skemmtilegra og líka alveg óhætt að þeir eru verið að deyfa einhverju helvítis rugli, skilur þú? Bara Falsreit? Já, ég veit ekki eins og hvernig að orða það. Það er mikil upplýsingar eða í gangi? Já, bara að segja, hvað er litt vitlis er þetta? Þetta er bara lygi. Hvenær orðurðu síðast ljóð? Ég man það ekki. Það er svolítið síðan. Já, ég held að sé alveg, ég var að reyna að búa til vísu í gær. Það tókst ekki. Ég vantaði 2 línur en það... Heldur þetta viðtali hér gæti orðið innblástur?
Ég er ekki viss. Það er ekki líklegt. Kemur í ljós. Kæra þakkir fyrir spjallið. Það búið að vera gaman að heyra í þér og þakka þér fyrir þessi áratuga pródúsentastörf hjá fjölmiðlunum og vonandi heldur áfram að skrifa bækur. Ég skulle bara segja það, sko. Ég var nú alltaf svona bara á bak við tjöldin. Ég pródúseraði aldrei neitt. Ég var bara einhverstaðar á gólfinu. Sviðstjóri? Já. Ég man eftir þér þegar þú varst að leiðbeina mér og það var alltaf einstaklega gott að vinna með þér. Það er bara gangi ykkur vel og takk fyrir að hlusta á þetta. Sælir. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Komið sæl aftur og afsakið þetta. Ég var með hár á tungunni. Allt getur gerst í beinni útsendingu. Ég held að við séum og það sé okkur orðið lönguljóst. Við erum hér í maraþón málþófi á samstöðinni. Ég heiti María Lilja og er búin að vera með ykkur hér í nótt. Við ætlum að líta aðeins til veðurs. Það var auðvitað dásamdar veður í dag og mér sýnir svona á öllu að það muni svona að mestu haldast en það verður fremur breytilega átt í dag, skíðamestu og skúrir eða dálítil rigning. En þurft á Vestfjörðum, hiti 6-14 stig, svo allast á Norðurlandi. Norðlæg eða breytileg átt á morgun, 10-15 metrar á sekundur og dregur úr vætu en skúrir á Suðurlandi. Það er nú hressandi að geta lesið veðurfréttir hérna á samstöðinni en við erum bara að gera okkar besta til þess að halda dagskrána hér gangandi en það stefnum við á heimsmet í beinni útsendingu hvorki meira en minna og af hverju gerum við það? Einfaldlega vegna þess að við erum að vekja athygli ykkar kæru hlustendur og áhorfendur á að það er áskriftarlið á samstöðin.is þar sem hægt er að leggja okkur lið og rekstrinum lið og tryggja að hér verði stórkostleg vetrardagskrá næsta vetur. Á samstöðin.is hnappur þar sem stendur áskrift og þess vegna erum við öll hér saman komin svona seint nótt og ég er farin að bulla. Lítum aðeins á fréttir, það er nú eitthvað sem okkur langar svolítið til þess að fara að skoða hér á samstöðinni en á vísi.is ber hæst að langflestir Grindvíkingar búa utan Grindavíkurbæjar. Það kannski segir sér svolítið sjálft svona eftir þær jarðhræringar sem hafa verið þar en það er svona í stuttumáli ekki mikil ánægja með það allavega. Reiðin er út í Rauða krossinn sem að samkvæmt viðmælanda hefur ekki verið að sinna skyldu sinni til uppbyggingar á svæðinu. Það eru átök víða. Ég ætla svo sem ekkert að fara neitt sérstaklega í þau en það er hérna ein áhugaverð frétt sem að mig langar svolítið til þess að skoða á vísi. En hér er talað að kostnaður vegna kynja og jafnréttismála séu 16 milljónir. Þetta er nú svolítið óljós fyrirsögn og það er nú þessuna sem að ég kannski smelti á hana og var búin að lesa hana. En kostnaður orku og loftslagsráðuneytisins og undirstofnunina þess frá árinu 2017 við þjónustu ráðgjöf og stefnumótun og fræðslu sem útvistað hefur verið og tengist jafnréttismálum og kynjafræði nam 16.235.491 krónu. Kostnaðurinn er að stærstum hluta tilkomin vegna jafnlaunavottunar. Þetta kemur fram í skriflegu svari ráðuneytisins við fyrirspurn Snorra Mássonar, þingmanns Miðflokksins. Kostnaður ráðuneytisins vegna þjónusturáðgjafar stefnumótunar fræðslu á sviði jafnréttismála og kynjafræði er að stærstu hluta tilkomið vegna jafnlaunavottunar sem er lögbundin skylda og liður í framkvæmd laga jafnastöðu og jafnan rétt kynjana, segir í svari ráðuneytisins en þar kennir ýmissa grasa.
Umhverfis, orku og loftslagsráðuneytið greiddi samtals 4.158.777 krónur að stærstum hluta vegna kostnaðar tengdum jafnlaunavottum. Það er þetta sama, það er svona, þeir sem hafa verið kannski gengið harðast fram í að gagnrýna vinstrið og svona vók vinstrið á þinginu miðflokksmenn og þeirra skoðanabræður hafa lengi séð haft horn í síðu jafnréttisstofnunar sem þeir segja að sé svona óþarfa fjáraustur. Ja, þetta er áhugavert. 16 milljónir er það mikill peningur í stóra samhenginu? Ég veit það ekki. Nei, ég held ekki. Það eru svo sem eftirlit með sjúkratryggingum, smellum aðeins hérna yfir á RÚV. Þau eru ekkert nema fréttir af sósíalista flokknum. Ég held að við séum nú búin að gera því ágæti skil hér. Ég bara svo ég viðkynna það nenni eiginlega ekki að ræða það. En ég hugsa að það séu fleiri og aðrir betur til þess fallnir heldur en ég. Litadýrð og baráttu andi einkenndi hinsegin hátíð Vesturlands. Þetta er nú svolítið skemmtilegt. Það glitti í glitrandi steina, regnbogaminstur og sólskinsbros í Borgarnesi í dag, en fjölmenni var samankomið á hinsegin hátíð Vesturlands. Og hinsegin hátíð og bæjarhátíðin Brákarhátíð voru haldnar saman í Borgarnesi. Það má sjá hér á vef RÚV að veðrið lék við gesti og gangandi. En Guðrún Steinunn Guðbrandsdóttir, forseti hinsegin Vesturlands, sagði bæinn fullan af fólki. Hún segir að það skipta máli að halda álíka hátíðir árlega. Það sé í rauninni engin spurning. Þetta gerir ofboðslega mikið fyrir okkur hinsegin samfélagið og það sýnir sig í heiminum dag að það er greinlegt og mikilvægt að minna á réttindi okkar því að þau eru ekki meitluð í stein því miður, segir hún. Hún var bara ánægð með andrúmsloftið og jú, það eru hérna myndir af hressum litríkum gestum. Hafþór Ingi Gunnarsson, formaður hollvinasamtaka í Borgarnesi, var einnig ánægður með hátíðina og honum hann myndist á að það væri mikil samkennd í hérna Borgarnesi og hann segir að svona þau færi rök fyrir máli sínu með því að kirkjan hafi verið smekkfull í gær í regnbogamessunni. En bryggjan hafi einnig verið smekkfull, eins og hún orðaði það sjálfur, á meðan dagskráin var í gangi, þannig að allir eru að skemmta sér saman og skemmta sér vel, segir hann. Það er nú gott að hinsegin Vesturland hefur tekist að vaxa ásmegin. Ég sittast hjá þér. Nú er Laufey búin að setja á sig varlit og þá get ég hægt að tala út í loftið. Og rosalega mikið meik. Sko, mér finnst þú bara gorgeous. Mjög fresh og sæt. En ég hérna er óð og súðum, hér ekki neitt. Ég las veður. Mér finnst það alltaf svolítið skemmtilegt. Af því að mér þykir einhvern veginn... Sérstaklega þegar við sjáum aldrei veðrið hérna. Nei, inn í stúdíóinu. Mér finnst líka, þú veist, ég fer í svona gýr og ég svona... Og þú veist, einmitt. Og hérna, þú veist, það eru öll þessi orð, útstreymið efst í austanbylgjunni. Getur auðveldað uppstreymi? Já, einmitt. Hvað þýðir þetta? Hvað er þetta aftur þarna? Eitthvað millibör og hérna... Já, 10 millibör lægð og... Þetta er mjög skemmtilegt, sko. Þetta klingir svona einhverjum bjöllum úr hérna barnæsku. Já, einmitt. Þetta er... Heyrði þetta á gufunni? Já, ég var einu svona að vinna á útvarpsstöð sem var nú því miður ekki langlíf en hugmyndin góð einhvað síður hjá honum Adolfi Inga Erlingsinni. Hann var með hérna svona útvarpsstöð fyrir ferðamenn og þannig að allir fréttaflutningur og öll dagskrá fór fram á ensku og var bara á hérna FM-inu í bílunum. Engin millibör þar? Nei. Hvað ætli millibör sé á ensku? Ég veit ekki. En þeir ekki eru tröfla söguna? Not. En hérna, en þá hérna
þurfti ég alltaf að lesa svona færð á vegum og frétti og veðurfréttir á svona hálftíma fresti og það var svolítið skemmtilegt sko og líka að setja sig inn í það svona á ensku. Já, einmitt. Eigum við ekki talsvert fleiri orði við veður heldur en hérna? Jú, það sko þeir eru mikið að vinna með hvernig segir maður svona rigning. Precipitation, nei, eitthvað svoleiðis. Ég veit það ekki. En það búið að vera líf og fjör hér í dag. Þú ert búin að vera hér fram og tilbaka. Já, ég mætti hérna klukkan upp úr 6 í morgun sko. Og var hérna með Birni og Oddnýju. Og svo reyndar skrappi ég heim rétt upp úr hádegi og lagði með aðeins og kom svo aftur rétt fyrir miðnætti. En við ætlum að hringja til útlanda. Jú, það bara svona næsta dagskrá. Ég sé að það mættur annar tæknimaður í hús, þannig að ég get verið með þér að tala við fólk í útlandum. Það Orri Páll Dýrason, verður velkominn. Hér erum við búin að bíða spenntar eftir þér svo við getum hringt til útlanda en það til fólk, það til Íslendingar sem að búa í öðrum heimsálfum og eru búnir að fara í gegnum allan daginn sinn. Þennan sem að við erum ekki ennþá byrjuð á. Já, mér finnst þetta alveg mjög áhugavert. Kannski ég bara svona þreytt. En það alltaf gaman að heyra í Íslandingum sem búa í útlendingum. Þeir hafa svona aðra sýn á fréttir og svona kannski samfélagið bara svona heildarmyndina eitthvað neginn. Ég man að þegar ég bjó í London þá horfði ég alltaf svona heim með hryllingi. Já, einmitt. Já, ég man að ég stundum faldi með ef ég heyrði íslensku einhvers staðar. Já, einmitt. Af hverju erum við svona? Ég veit það ekki sko. Nei. En sko, það til mismunandi tegundir af fólki sko. Sumir flytja til útlanda og umganga síðan bara Íslendinga og þú veist, taka með sér mat og ég veit ekki hvað. En svo eru sum okkar sem að fara til útlanda til þess að flýja Íslendinga. Já, einmitt. Ég var svona mitt á milli þannig. Ég tilheyrði í svona Íslendingasamfélagi sem að átti svo alls konar maka. Þannig að þetta var svona aðeins blandara en ég skildi það mjög vel að leita í landa sína sko. En kannski ekki ég skildi það síður á eins og Tenerife eða eitthvað svona að fara á Íslandingapöppin. Einmitt, mann náttúrulega í London þar alveg Íslandingafélag eða var allavega Já, einmitt. Sem var alltaf með hélt upp á 17. júní og eitthvað svona sko. Við fórum einhvern tímann við Orri, við fórum á vegum Íslandingafélagsins þá var haldið þorrablót í breska þinginu. Já, og við vorum þannig að við fengum að vera sko bara þannig inn í þessum helgusölum þannig þessum fínustu sölum þar sem að hárkollu þingmennin labba alla jafna í einhvers konar sloppum og og borða hrútspunga. Það var mjög skrítið. Já, einmitt. Já, þetta alveg, þetta svolítið spes. Það var mjög frægt. Já, einmitt. Svo þetta líka já, þú veist, þetta með, þú veist, íslenska matinn og það allt saman, þetta nú ekki endilega eitthvað rosalegt delicacy, sko. Nei. Þú ert vegan. Ég er vegan-ish. Já, ég er svona nokkuð flexitarian en já. Er eitthvað svona sem að þegar það þorrablót er eitthvað svona sem að þú lifir þér? Ertu eitthvað, ég verð bara að fá mína súru punga svona, eða eitthvað svona? Það verður ekki súri pungar. Lundabakar, nammi, eitthvað svona? Nei, það er reyndar ég er smá fettis fyrir sviðasultunni. Já. Og geti verið að því að þú veist, afi minn ég bjóð til sviðasultu, sko. Og þannig að það er eitthvað svona nostalgist, já. En ég held að það sé eiginlega það eina, sko. Svo eru náttúrulega sviðin, sko. En ég hef ekki borðað þau í mörg ár, sko, en já. Já, þetta þú ert að nefna það sem ég finnst bara verst í veröldinni. Það er bara sviðin og sviðasultan. Hvað er það best?
kannski bara lífrarapilsa hangikjöt Já, en kannski ekki beint þetta súra en það allavega langt í næsta þorrablót og það komin dagur í Nýja-Sjálandi Já, akkurat, það er svona spurning hvort við eigum að skella á öðrum Já, við skulum bara fá inn nokkrar auglýsingar bara örstutt skilaboð og við erum að sjálfsögðu hér bablandi í beinni útsendingu út í loftið miðjanótt einfaldlega vegna þess að við viljum sýna ykkur hvað í okkur býr að við getum hér hæglega slegið heimsmet í beinni útsendingu ef að okkur sýnist svo við gerum það sérstaklega til þess að safna áskriftum frá ykkur kæru áhorundur og hlustundur Heldur sem að vinna með þessa myndavél núna því að við erum Já, við erum auðvitað, ég að horfa en já, kæru áhorundur þið erfitt ekki við mig ég er búin að vera hérna svolítið lengi með ykkur mínir ánægn en ég bið ykkur að fyrir kannski á hjálpanum orra við að skipta Já, þú kannski setur hann inni Já, einmitt en ég bið ykkur að fara á samstæðin.is og endilega deila því með ykkar nánustu og hreinlega bara öllum sem ykkur dettur í hug ef að þið myndu til dæmis bara stinga upp á því við nágrann ykkar í dag ertu búin að kíkja á samstæðin.is og smella þar á hnappinn sem ástendur áskrift það með að kosta minni hamborgara tilboð en hér stutt skilaboð og svo höldum við áfram fulla ferð